Kæru gestir, verið hjartanlega velkomin á þessar kappræður þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi. Þá voru spurt hvort Ísland eigi hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ég heiti Ásgeir Theodór Jóhannesson og mun stýra þessum fundi fyrir hönd Paradigm. Ég ágætlega til þess fallinn, eins og margir Íslendingar ég skráður í nokkra stjórnmálaflokka til að styðja vini og kunningja, alls 4 flokka held ég. 2 þeirra eru hlynntir ESB og 2 á móti, þannig til í einu breiðu miðju íslenskra stjórnmála. Til að gæta jafnræðis gildir ákveðin formfesta þegar opnað verður fyrir spurningar. Hvort lið hefur valið einstaklinga úr salnum til að bera upp spurningar sem bæði lið fá tækifæri til að svara. Auk þess verður Speakness-kerfið notað og geta allir sent inn spurningar með QR-kóðanum hér fyrir aftan mig. Kóðinn birtist aftur að framsögu erindum loknum. En að efni kvöldsins, forseti Evrópuþingsins, Róberta Metsola frá Möltu, hefur nýlega sagt að Evrópuverkefnið, sem hófst formlega nokkrum árum eftir síðari heimsstyrjöld, sé stærsta pólitíska verkefni sögunar. Við Íslendingar höfum að hluta til tekið þátt í því verkefni frá því að EES-samningurinn tók gildi fyrir rúmum 3 áratugum. En spurningin hvort við eigum að gerast fullgildir aðilar að Evrópusambandinu stór, mögulega stærsta spurning sem við höfum staðið frammi fyrir sem þjóð frá lýðveldisstofnun. Það því ekki skrítið að hart sé deilt spurninguna hvort við eigum að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Skoðanakannanir benda til þess að þjóðin skiptist í 2 nokkuð jafnar fylkingar í málinu. Ekki hafa allir gert upp hug sinn og ég skil þann tvíhug ágætlega, enda hef ég sjálfur lengi verið tvístigandi varðandi Evrópumálin. Álitaefnið margslungið. Það varðar hagsmunamat en einnig vissa rómantík framtíð Íslands. Annars vegar rómantík að fullveldisrétturinn og ákvörðunarvald eigi eftir fremsta megni að vera í höndum íslensku þjóðarinnar. Hins vegar rómantík Evrópuhugsjónuna, að Evrópuþjóðir verða að tengjast nánari böndum og standa saman sem geopólitískt afl í viðsjárverðum heimi. Það staður í mínu hjarta fyrir báðar þessar tegundir af rómantík og mér finnst líklegt að það eigi við mörg ykkar líka. Það bæði þjóðleg og fjölþjóðleg taug í okkur flestum sem betur fer. Og hið sama á sjálfsagt við ræðumenn kvöldsins. Fulltrúar jásinna eru Jónas Hagan, fjárfestir, atvinnurekandi og stjórnarformaður Sjá-samtakana og Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri og stjórnarmaður í Sjá-samtökunum. Fulltrúar nei-sinna eru Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður og fyrrverandi utanríkisráðherra og Diljá Mist Einarsdóttir, alþingismaður og annar varaformaður utanríkismálanefndar. Ég efast ekki að þeim sé öllum fyrst og fremst hugað hvað sé Íslandi fyrir bestu til langs tíma litið. Umræðuhefðin mætti stundum vera betri hér á landi og það hefur til dæmis borið á því í kosningabaráttunni sem nú stendur yfir á báða bóga að farið sé í manninn frekar en boltan. Við stofnuðum Paradigm ekki síst til að bæta umræðuhefðina, víkka umræðuna, hleypa fleiri sjónarmiðum að og efla háttvísi í skoðanaskiptum. Það mikilvægt fyrir okkur sem þjóð að geta tekist hart á mál en skilið sátt. Hvort sem niðurstaðan verður já eða nei 29. ágúst og hvort sem Ísland gengur á endanum í Evrópusambandið eða ekki, óskandi að málið sundri ekki þjóðinni. Ég var í doktorsnámi í Bretlandi þegar kosið var Brexit og varð vitni að því hvernig það mál sundraði Bretum, klauf fjölskyldur, vinahópa, vinnustaði og þar fram eftir götunum. Í því samhengi hefur verið fallegt að sjá gamla fjandmenn hér á landi sættast og róa í sömu átt í þessari kosningabaráttu og þá við báðar fylkingar. Kristilegu kærleiksblómin spretta í kringum hitt og þetta eins og Laxness orti. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, það þétt dagskrá framundan og við þurfum því að gæta vel að tímanum. Ef ræðumenn fara yfir tímamörk hefðin sú að ég dreg upp fjöður og kitla brotamenn með henni. Þannig að vonandi nægir ógnin ein og sér. Ég býð fyrsta ræðumann
kvöldsins. Jónas Hagan, stjórnarformann Sjá, velkomin í pontu, sviðið þitt næstu 10 mínútur. Já, góða kvöldið. Ég heiti Jónas Hagan, ég atvinnurekandi, fjárfestir, faðir 5 dætra og Íslendingur sem hefur verið þeirra gæfu aðnjótandi að fá að búa og starfa víða heim. Og fyrir 2 dögum gerðist svolítið sem fekk mig til að hugsa enn meir það sem við erum að fara að ræða hér í dag. Elsta dóttir mín, Bryndís, hún gifti sig. Hún fæddist árið 1994. Þá voru íbúar Íslands 267.000. Í dag nálgastu 400.000. Ísland hefur breyst, heimurinn hefur breyst. Því ég horfa á hana að gifta sig á föstudaginn hugsa ég því óhjákvæmilega hvað Ísland tekur við hennar kynslóð og þeirri næstu. Ég á 5 dætur og kannski hugsa ég þess vegna meir framtíðina en fortíðina. Þegar við tölum vexti, verðbólgu, gjaldmiðil og efnahagslegan stöðugleika erum við nefnilega ekki að tala hagfræði hugtök. Við erum að tala líf fólks. Fyrir unga fjölskyldu vaxtabyrðin ekki fræðileg umræða. Hún ræður því hvort fólk getur keypt sér íbúð, hvort eitthvað sé eftir mánaðamótin og hvort ungt fólk treystir sér til að byggja framtíð sína hér heima. Ég hef sjálfur búið í 8 mismunandi löndum, innan og utan Evrópusambandsins. Ég er menntaður í alþjóðlegum viðskiptum og stjórnmálafræði. Á starfsævinni hef ég komið að stofnun og uppbyggingu fyrirtækja í meira en 20 löndum. Ég hef því séð að eigin raun hversu mikil verðmæti felast í opnum mörkuðum, frjálsum viðskiptum og greiðum aðgangi fyrirtækja að mörkuðum annarra ríkja. Við Íslendingar höfum notið mikið góðs af því í gegnum EES-samninginn. Og kannski hefur reynsla mín á kaupum og sameiningum fyrirtækja móta hugsun mína enn meira. Þegar 2 fyrirtæki íhuga sameiningu byrja stjórnin ekki á því að samþykkja samning sem enginn hefur séð. Fyrst kannað hvort grundvöllur sé fyrir viðræðum, síðan hefst viljayfirlýsing, þá hefst ítarleg áreiðanlega könnun, fjármálin skoðuð, lagaleg atriði, samkeppnismál, áhætta, tækifæri, síðan samið. Stundum leiðir öll þessi vinna í ljós að betra standa einn. Þá gengur maður frá borðinu. En stundum kemur ljós að 2 aðilar vera sterkari saman. Og þegar öll vinnan liggur fyrir og endanlegur samningur komin á borðið, þá og ekki fyrr tekin ákvörðun. Þetta ekki hvernig ég nálgast viðskipti, þetta lífsviðhorf mitt. Áður en tek stóra ákvörðun vill ég hafa eins miklar upplýsingar og hægt og ég virðist ekki vera einn það. Við létum Maskínu spyrja þjóðina eftirfarandi spurningar. Ég tek ekki mikilvægar ákvarðanir án þess að hafa allar upplýsingar. 77% voru sammála, aðeins 8% ósammála. Mér finnst þetta segja mikið. Við kaupum ekki hús án þess að skoða það, við fjárfestum ekki ævispartanum án þess að kynna okkur fjárfestinguna og við skrifum ekki undir stóran samning áður en við vitum hvað í honum stendur. Af hverju ættum við að nálgast eina stærstu ákvörðunum sem Ísland geti tekið með öðrum hætti? Þegar ég flutti heim fór ég að fylgjast betur með Evrópuumræðunni. Þar voru mjög skýrar raddir, fólk sem hafði þegar ákveðið Ísland ætti heima í Evrópusambandinu og fólk sem hafði þegar ákveðið Ísland ætti að standa þess utan. Báðar raddir eiga fullan rétt á sér. En mér fannst vanta 3. röddina, rödd þeirra sem að segja, ég veit það ekki enn. Ekki vegna þess að við höfum enga skoðun, heldur vegna þess að við viljum sjá niðurstöðuna áður en við tökum endanlega ákvörðun. Fáum upplýsingar, könnum áhættuna, semjum, sjáum hvað raunverulega liggur á borðinu og tökum síðan ákvörðun. Þess vegna var já til að sjá til. Ég veit stóra hluta starfsævinnar í samningaviðræðum og ég get sagt ykkur eitt. Ég hef aldrei samið við sjálfa mig. Samt finnst mér við stundum gera nákvæmlega það í Evrópuumræðunni. Við ákveðum hér heima hvað Evrópusambandið mun samþykkja, hvaða mun ekki samþykkja, hvaða undanþágur mögulegar og hvaða undanþágur séu útilokaðar. Áður en við höfum sest að borðinu. Mín reynsla önnur að fer að borðinu, segi skýrt hvað skiptir manni máli, ver hagsmuna sínu, semur að festu og skoða síðan niðurstöðuna. Og ef hún ásættanleg, ef hún ekki ásættanleg, þá gengum við frá borðinu. Hættum að giska og hættum að semja við sjálf okkar. En hér finnst mér við þurfa að vera sérstaklega skýr. Hluti umræðunar síðustu viku hefur færst yfir í að 29. ágúst séu við raun að kjósa inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það einfaldlega ekki það sem stendur á kjörseðlinum. Spurningin á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Við erum að kjósa viðræður, ekki aðild. Og ef þær viðræður skila aðildarsamningi hefur verið boðað að þjóðin fá að greiða sérstaklega atkvæði þann samning. Og jafnvel það eitt dugar ekki til að Ísland geti gengið í Evrópusambandið.
Aðild getur ekki tekið gildi nema nauðsynlegum stjórnarskrárbreytingum sé einnig lokið. Samkvæmt núverandi stjórnarskrá þarf fyrst samþykki Alþingis, síðan kosningar og lokun samþykki ný Alþingis á sömu stjórnarskrárbreytingu. Við erum því langt frá því að samþykkja inngöngu 29. ágúst. Við erum að ákveða hvort við viljum fá að sjá hvað samning Ísland getur náð og auðvitað eru aðildarviðræður mögulega aðild. En þar með niðurstaðan ekki ákveðin. Viðræður eru ekki samningur og samningur er ekki aðild. Í mínum heimi er viljayfirlýsing ekki endanlegur samningur. Ákvörðun að hefja viðræður er ekki ákvörðun að samþykkja niðurstöðuna. Það er ákvörðun að afla þeirra upplýsinga sem þarf til þess að geta tekið endanlega ákvörðun. Ég hef búið í Bandaríkjunum síðustu 7 ár. Þar hef ég séð hversu fljótt pólitísk umræða getur farið í skotgrafir. Fólk velur sér lið, síðan velur þar sér upplýsingar sem að staðfestir eigin skoðanir. Og smá saman verður markmið ekki lengur að skilja hinn aðilann heldur að sigra hann. Því ég flutti heim, vonaði við getum gert betur. Að við getum verið ósammála Evrópusambandið án þess að verða óvinir. Og að við getum að minnstakosti verið sammála hvaða spurningum við erum að svara og hvaða staðreyndir liggja fyrir. Sjávarútvegurinn er gott dæmi. Við heyrum mjög afgerandi fullyrðingar hvað Ísland mun aldrei geta fengið, að hitt og þetta sé útilokað, að sérlausnir séu ómögulegar, en fordæmir fyrir sérstökum og varanlegum ákvöðum í aðildarsamningum einstakra ríkja. Það segir okkur ekki fyrirfram hvaða niðurstöðu Ísland fengi í sjávarútvegi og ég ætla ekki að lofa niðurstöðu sem enginn getur lofað. En það er einmitt málið. Við vitum ekki hver niðurstaðan verður. Við getum setið hér heima og ákveðið sjálf hvað sé mögulegt og hvað sé ómögulegt, eða við getum sest að samningaborðinu, gert skýrar kröfur, varið íslenska hagsmuni að fullri festu og komast að því hvað raunverulega stendur til boða. Sama gildir atvinnulífið. Við heyrum mikið talað og með réttu að Evrópa standi frammi fyrir alvarlegum áskorunum í nýsköpun og samkeppnishæfni. Draghi-skýrslan dregur þar skýrt fram. En við eigum líka að horfa heiðarlega í spegil. Ísland er ekki fullkomið heldur. Við eigum frábæra frumkvöðla, en við eigum líka verk að vinna í samkeppnishæfni, aðgangi að fjármagni, stöðuleika og möguleikum fyrirtækja til að stækka. Þess vegna hef ég ekki áhuga á að bera saman fullkomið ímyndað Ísland við verstu mögulegu myndað Evrópu. Ég vil sjá gögnin. Og þá kemur að fullveldinu. Ég veit að Guðlaugur Þór mun ræða það og það á hann að gera. Þetta er mikilvæg spurning. En skoðum aðeins söguna okkar. 1946 gengum við Sameinuðu þjóðirnar, 1949 í NATO, 1970 í EFTA, 1994 í EES og 2001 í Schengen. Í hvert skipti tókum við sjálfstæða ákvörðun að ganga til alþjóðlegs samstarfs og taka okkur skuldbindingar vegna þess að við töldum hagsmuni Íslands betur borgið þannig. Og þegar við horfum tilbaka blasir eitt við. Ísland varð ekki minna við þessi skref. Við erum sterkari, við fengum öryggi, stærri markaði, meira frelsi. Fleiri tækifæri, ESB aðild væri vissulega stærra skref, þá ekki gera lítið úr því. En þess vegna eigum við einmitt að vita nákvæmlega hvað slíkt skref felur í sér áður en að þjóðin tekur endanlega ákvörðun. Ég hef búið bæði innan og utan Evrópusambandsins og ég hef aldrei upplifað að Danir, Frakkar eða Lúxemborgarar telji þjóð sína hafa hægt að vera sjálfstæð þjóð. Þess vegna finnst mér fullveldið spurningin ekki bara hverju gefum við eftir, hún hlýtur líka að vera hvað fáum við í staðinn. Fullveldi snýst ekki bara réttindi til að standa fyrir utan. Það snýst líka rétt sjálfstæðra þjóða til að ákveða hvar hún vil sitja við borðið. Ég skrifa fyrir skömmu grein sem ég kallaði Við erum öll í sama liðinu. Og það er kannski mikilvægasti punkturinn sem ég skilja hér eftir. Guðlaug, Diljá og ég verðum væntanlega ósammála margt hér í kvöld, en ég efast ekki eina sekundu að þeim þykir vænt Ísland, jafn vænt Ísland og mér. Við viljum öll að Ísland vegnum vel. Við viljum öll öflugt atvinnulíf, stöðuleika, öryggi og tækifæri fyrir börnin okkar. Við erum ekki ósammála að Ísland eigi að vinna, við erum ósammála leikaðferðina. Og það er allt í lagi, það heitir lýðræði. Sjálfur ætla ég kjósa já þann 29. ágúst. Ekki vegna þess að ég hef fyrirfram ákveðið hvernig ég myndi kjósa samning sem ekki liggur fyrir, heldur vegna lífshors sem hefur fylgt mér bæði í lífi og starfi. En ég byrjaði mál mitt á Bryndísi, elstu dóttur minni. Hún fæddist 1994, árið sem EES-samningurinn tók gildi. Fyrir 5 dögum horfði ég á hana ganga í nýja kafla í sínu lífi. Og því ég horfði á hana, hugsaði ég ekki Evrópusambandið. Ég hugsaði Ísland hennar. Og hvort Ísland verði áfram land sem að unga fólkið okkar vill byggja framtíð sína í. Það er ástæðan fyrir því að ég er hér. Ekki vegna þess að ég viti svarið,
heldur vegna þess að mér þykir spurningin of mikilvæg til þess að við giskum á það. Ég vil fá staðreyndir, ég vil sjá hvað Ísland sendir raunverulega til boða og svo treysti ég Bryndísi, hennar kynslóð og allri íslensku þjóðinni til að taka ákvörðunina. Það já til að sjá. Og sama hverju niðurstaðan verður við áfram öll í sama liði Íslands. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jónas. Næst býð ég velkomna á svið fyrri ræðumann Nei sinna, Diljá Mist Einarsdóttur, alþingismann Sjálfstæðisflokksins. Það var búið að lofa mér því að þetta stillingaratriði myndi ekki ræna með tíma. Hvernig er þetta? Kæru gestir, við erum ekki að kjósa að sjá 29. ágúst. Við erum ekki að kjósa hvort við megum kynna okkur Evrópusambandið. Við getum bara gert það. Við erum ekki að kjósa hvort stjórnvöld megi afla upplýsinga kosti og galla aðildar. Það þarf enga þjóðaratkvæðagreiðslu til þess. Við erum að kalla hlutina réttum nöfnum. Við erum að kjósa hvort Íslandi ganga til viðræðna við Evrópusambandið að við göngum þar inn. Við verðum sem sagt umsækjendur aðild. Ég ætla ekki að ræða verð á pítsum eða mjólk eða vexti sem eru mjög misjöfn innan Evrópusambandsins. Ekkert af því verður heldur í aðildarsamningnum sem að herrarnir tveir eru svo spenntir að sjá. Ég ætla að nota tímann til að fara yfir 6 atriði sem ég tel að við eigum að hafa í huga áður en við greiðum atkvæði. Í fyrsta lagi, ríki sækja ekki aðild að Evrópusambandinu vegna forvitni. Markmiðið er auðvitað aðild og sú sem fengi umboðið til að fara í viðræður, það er utanríkisráðherrann Þorgerður Katrín, sem hefur haft hann metnað áratugum saman að Ísland gangi í Evrópusambandið. Fólk þarf því líka að gera það upp við sig hvort það treysti þessum utanríkisráðherra fyrir umboðinu. Umboðið sem án fyrirvara og ég hef meira að segja heyrt Jónas hérna gagnrýna að það vanti upplýsingar fyrir atkvæðagreiðsluna. Sumir teflaði fram að við hefðum möguleikann á að segja nei seinna. Það eru samt ekki heldur sterk rök fyrir því að segja já núna. Af hverju ættum við að leggja af stað í ferðalag ef við teljum að áfangastafurinn sé rangur fyrir Ísland? Stóra spurningin er því, væri gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið, samband sem er þekkt stærð? Ef svarið er nei, eigum við auðvitað ekki að eyða orku og tíma og miklum fjármunum í viðræður að ganga þangað inn. Maður þarf nefnilega ekki að stíga borð í lest til þess eins að sjá hvert hún fer þegar upplýsingar áfangastaðinn á skiltinu, sem leiðir mig á næsta punkti. 2. Evrópusambandið ekki leynifélag. Við þurfum ekki að hafa viðræður aðild til að komast að því hvað Evrópusambandið er. Við þekkjum stofnanirnar, sáttmála ESB og löggjöfina. Við höfum fylgst með tugum ríkja gangi í Evrópusambandið og við þekkjum grundvallaratriðið, kjarnan í ESB, sem framsal á valdi til sameiginlegra yfirþjóðlegra stofnana. ESB-ríkin hafa framselt vald sem þau höfðu áður til Brussel, til erlendra embættis og stjórnmálamanna. En hvernig getum við eiginlega hafna samningi sem við höfum ekki séð? Svarið er, það er ekki verið að hafna óþekktu tilboðum óþekkta vöru. Við vitum hvað aðild að Evrópusambandinu er. Ég var þegar búin að nefna ESB-lestina sem þú þarft ekki að fara borði til að vita hver áfangastafurinn er. Þú þarft bara að lesa skiltið. Ef þú ferð af stað með lestinni, gæti komið óvart hvar hún stoppar, hversu lengi ferðin tekur, hvaða sæti þú ferð, en þú veist hvert lestin að fara áður en hún leggur á stað. Af yfir 100.000 blaðsíðna regluverki ESB höfum við alveg séð að það möguleiki á einhverjum sveigjanleika og útfærslu. En aðild að ESB þekkt stærð og umsókn á grundvelli forvitni vel heppnuð markaðsbrella. Í umræðan á Íslandi mest rætt mögulegan ávinning af ESB-aðild og reyndar margt af því umdeilt.
Ég hefði hins vegar vilja ræða miklu meira hvað við þurfum að láta af hendi til ESB, sem leiðir mig að 3. punktinum. 3. Hvað leggur Ísland á borðið margum talaða? Þið þekkið umræðum lægri vexti, lægra matarverð, evru, styrki og auðvitað sæti við borðið. Maður hefur jafnvel séð Oprah Winfrey fyrir sér. Það munu hreinlega allir fá bíl ef við göngum í ESB. En samningaviðræður við Evrópusambandið eru ekki giveaway þáttur Oprah Winfrey. Ísland eins og önnur aðildarríki mun þurfa að láta ýmislegt af hendi til Evrópusambandsins. Aðild Íslands verður fogdýr, eins og einhver sagði. Ýmsir hafa reynt að selja okkur það undirfarið að Evrópusambandið vilji fá okkur inn af því að við séum svo næs þjóð, friðelskandi lýðræðisríki. En við erum ekki smábörn, auðvitað snýst þetta hagsmuni. Af hverju erum við annars ekki að ræða það að gangin í ESB af því að Frakkar og Þjóðverjar eru svo næs fólk? Augljóslega því að við erum að hugsa hvað við gætum mögulega grætt. Og það Evrópusambandið líka að hugsa. Ísland ríkt af auðlindum meðal annars af orku og já, það orkukrísa í Evrópu. Ísland norðurslóðaríki og landfræðilega okkar mikilvæg. Og Ísland rík þjóð sem myndi greiða með sér inn í Evrópusambandið 50 milljarða á ári, eitthvað sem hefur ekki gerst síðastliðin 30 ár. Að þjóð gangin í sambandið til að greiða en ekki til að þiggja. Margar af ríkari þjóðum ESB eru orðnar vel þreyttar á því. Allt þetta kemur Ísland með að borðinu, auðlindir, fjármuni, staðsetningu, samningsforræði okkar að mikilvægum málum, ákvörðunarréttin málefni Íslands. Og allt hverfist þetta ákvörðunarrétt, völdin til að ráða okkar málum sjálf, sem að við börðumst lengi fyrir að fá. Það snýst að taka rétt sem að við höfum í dag 100% sjálf og færa hann til útlendinga, frá Alþingi, frá íslenskum stjórnvöldum, frá íslenskum dómstólum. En aftur, af hverju ekki bara fara að sjá hvað okkur býðst? Og ég spyr þá á móti, til nógu hár verðmiði á réttin til að ráða okkar málum sjálf? Svari hjá mér, skýrt nei. En þeir sem geta hugsað sér verð fyrir það að útlendingar taki bindandi ákvarðanir fyrir Ísland, þeir vilja þá sittast niður með embættismönnum í ESB og semja hvert verðið Og Jónas og Hjálmar, þeir virðast vera í þeim hópi. 4. punkturinn minn í kvöld, 4, svarar áróðri að við séum einhvern veginn að velja á milli Evrópusambandsins annars vegar og einangrunar hins vegar. Sem sjálfstæð þjóð höfum við langt í frá verið einangruð. Við höfum valið okkur alþjóðasamstarf þegar það hefur hentað okkar hagsmunum. NATO, varnarsamningur við Bandaríkin, Schengen, EFTA og í gegnum EES-samningin erum við hluta innri markað ESB, því besta við ESB. Við eigum umfangsmikil viðskipti og náið samstarf við Evrópu. Reyndar væri það ákveðin einangrunnar stefna að festa okkur inn í tollabandalagi ESB. Í allri gagnrýni á bandaríska tolla þá gleymist það oft að Evrópusambandið tollabandalag sem byggir einmitt tollamúra gagnvart restin af heiminum. Hvaðan skyldi Trump annars hafa fengið hugmyndina? Þess vegna Ísland með 90% tollfrelsi en ESB ekki nema 30%. Ég eindregin Evrópusinni en það ekki það sama og að vera ESB-sinni. Spurningin ekki hvort Ísland eigi að vinna náið með öðrum Evrópuþjóðum, auðvitað eigum við að gera það áfram. Spurningin hvort hagsmunum Íslands sé betur borgið innan ESB í nánu samstarfi við ESB. Og talandi þetta nána samstarf, í 5. lagi ætla ég að taka undir áhyggjur Geirs H. Haarde af því að við séum að taka áhættu með EES-samningin ef við segjum já. Og það nú maður sem að þekkir vel til. Geir hefur vísað í orð utanríkisráðherra Noregs sem segir að viðhorf ESB geti breyst í garð EES ef Ísland hefur aftur viðræður. Geir segir beinlínis að það sé alls ekki öruggt að Íslendingar geti gengið að EES-samningnum vísum ef ekki yrði síðan af inngöngu Íslands í ESB eftir viðræður. Og spyr því, viljum við taka þessa áhættu með EES-samningin, mikilvægasta viðskiptasamning okkar?
Og þá kem ég að 7. og síðasta atriðinu. Áður en þjóð ákveður að færa eigið vald til yfirþjóðlegra stofnana er eðlilegt að spyrja hvernig hefur okkur Íslendingum gengið að höndla þetta vald. Þegar Íslendingar börðust fyrir sjálfstæði voru ótrúlegt en satt líka uppi raddir að við þyrftum stærra ríki, meiri stöðuleika og meira öryggi með tengingu við útlönd. Sem betur fer höfðum við sjálfstraust til að standa á eigin fótum og slíta að lokum konungssambandi við Dani. Eftir að við urðum sjálfstæð fórum við frá því að vera líklegast fátækasta ríki í Evrópu í að vera eitt ríkasta samfélag í heimi. Við byggðum upp velferðarsamfélag og innviði sem fyrri kynslóður hefur varla getað ímyndað sér. Amma mín fæddist og óx upp í litlum torfkofa. Tengdamamma mín sem fædd á Vestfjörðum 1950 sló með orfi og ljá og nýtti ull með því að spinna á rokk á kvöldin. Auðvitað höfum við Íslendingar gert mistök og við getum klárlega gert betur. En það ekki rök fyrir því að svipta börnin okkar réttinum til að móta sjálf sína eigin framtíð án afskipta og íhlutunar útlendinga. Og það það sem að þeir sem vilja sjá samning verða þá að vera tilbúnir að semja og ég veit ég sagði bara 6 atriði og ég alveg að fara að klára, en ef ég ætti að bæta við í 7. þá væri það á léttari nótum. Yfirskrift kvöldsins já til að sjá. Eftir linnulausa umræðu undanfarna mánuði þá held ég reyndar að flestir séu búin að sjá alveg nóg. Og ég ætla þess vegna að bjóða upp á annan valkost. Nei, til að fá frið. Segjum nei og eyðum september og öllum mánuðunum þar á eftir ég tala eitthvað allt annað. Takk kærlega, Diljá. Næstan býð ég velkomin í pontu seinni ræðumann Já-sinna, Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri og stjórnarmann í Sjá-samtökunum. Ég lít á að fá sama tíma eins og Diljá til þess að hækka eins. Já, ég heiti Hjálmar og Vilhjálmsson og ég kem frá Egilsstöðum. Nær allan minn starfsferil hef ég unnið í sjávarútvegi. Ég komið að stjórn fyrirtækja hér á Íslandi og stjórnað 3 sjávarútvegsfyrirtækjum innan Evrópusambandsins. Ég deili með Guðlaugi og Diljá gömlum og góðum gildum sjálfstæðisstefnunnar. Ég flokksbundin sama flokki og þau og ég bý meira að segja í Grafarvogi, alveg eins og þau. Það magnað hvað Ísland lítið. Jónas sagði hérna áðan, hættum að giska og ég sammála honum. En ég ætla að stiga skrefið lengra því að sumt þarf ég ekki að giska. Ég horfði á það gerast. Ég stýrði útgerðarfyrirtækjum í Eistlandi og Litáin í rúm 20 ár. Fyrst á meðan að Eistland stóð utan Evrópusambandsins og svo síðan eftir að landið gekk inn. Sami maður, sama fyrirtæki, 2 kerfi. Og ég skal segja ykkur alveg eins og ég var mjög skeptískur á Evrópusambandið og sérstaklega varðandi sjávarútveginn. Þessi ræða fjallar hvernig afstaða mín mildaðist með árunum og hvers vegna ég tel í dag skynsamlegt að klára aðildarviðræður. Vorið 2004 gekk Eistland í Evrópusambandið. 2 árum síðar átti að úthluta háum styrkjum í sjávarútveginum í Eistlandi. Reglurnar átti að gilda jafnt fyrir alla. En þegar við lásum matskýrsluna að þá stemdi eitt og annað ekki. Ragnar Árnason, hagfræðiprófessor, að hann staðfesti skekkjuna í skýrslu sem hann vann fyrir mig. Reglurnar voru sérsniðnar af pólitískt vel tengdum útgerðarmönnum og útilokuðu aðra. Þar á meðal það fyrirtæki sem að ég stjórnaði.
Við fórum með athugasemdirnar í ráðuneyti í Tallinn, en þar tók háttsettur embættismaður fálega í þær. Máli hélt áfram og tíminn, hann var renn út. Þá fór ég á fund framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í Brussel og ég lagði gögnin á borðið. Vikuna eftir hvað við nýjan tón í Tallinn. Almennu reglurnar urðu loks almennar. Það var hægt að gera greinamun á Jóni og Séra-Jóni. Þarna lærði ég að í Evrópusambands aðild það felur í sér ytra aðhald. Kröfu að stjórnvöld fylgi sínum eigin leikreglum. Slíkt aðhald ekki ógn við litla þjóð. Það er vörn fyrir venjulegt fólk og það er vörn fyrir heiðarleg fyrirtæki. Embættismaðurinn í ráðuneytinu í Tallinn, hann hætti nokkrum árum síðar. Hann var ekki lengi atvinnulaus og fekk mjög góða vinnu hjá pólitískt vel tengdu útgerðarmönnunum. Í litlum ríkjum eins og Eistlandi hætta á því að skilin á milli viðskipta, stjórnsýslu og stjórnmála verði óljós. 17 ára reynsla mín af rekstri sjávarútvegsfyrirtækja innan Evrópusambandsins breytti sýn minni. Ég sá að lítil lönd geta haft veruleg áhrif á sín hagsmunamál og það innanfrá. En við Íslendingar getum við ekki gengið inn nema við tryggjum varanlegar sérlausnir varðandi okkar náttúru auðlindir. Og þess vegna ég já til að sjá stuðningur minn að hann með skýrum fyrirvara að við tryggjum náttúru auðlindir Íslendinga varanlega. Og það bara ein leið til þess að komast að því hvort að það sé hægt. Fyrir mér já 20. og 9. ágúst hægri stefna. Jafnræði fyrir lögum, samkeppni á jafnréttisgrundvelli, traustur gjaldmiðill, hóflegir vextir og verðbólga, atvinnufrelsi og séreignarréttur. Ekkert af þessu þrífst nema í stöðugleika og að ekki sé gerður greinamunur á Jóni og Séra-Jóni. NATO, EFTA, EES. Þetta hefur komið fram hérna áður. Hvert skref var umdeilt á sínum tíma en sem betur fer erum við flest sammála að þau séu góð í dag. Aðildarviðræður til þess að afla upplýsinga ekki fráhvarf frá þessari vegferð. Hún rökrétt framhald hennar. Og við höfum heyrt svipuð varnaðarorð áður, að Ísland sé sérstakt, að hættan sé mikil, að sé ekkert að semja, atvinnuleysi muni aukast og mínu uppáhalds, þetta alls ekki rétti tíminn. Ég nefni þetta ekki til þess að gera lítið úr helstu talsmönnum áfram Íslands. En sagan kennir okkur að það munur á því að taka mark á hrakspám og hafna því að kanna valkosti. Þess vegna skiptir öllu að halda fókus á hvað kosningarnar snúast. Það snúast ekki að ganga í ESB. Það snúast hvort að Ísland og Íslendingar að fá tækifæri til þess að sjá hvort nánara samstarf við vinaþjóðir okkar í Evrópu þjóni hagsmunum Íslendinga. Norsk stjórnvöld hafa tvisvar látið gera ítarlega úttekt á því hversu langt Noregur í raun kominn inn í sameiginlegt regluverk og samstarf Evrópusambandsins. 2 nefndir, 20 sérfræðingar, 4 ára vinna, 1300 blaðsíður. Niðurstaðan sláandi. Árið 2012 mat Sejersted-nefndin að Noregur væri þegar komin í 75% af sameiginlegu regluverki Evrópusambandsins. Árið 2024 komst Eldringanefndin að því að innleiðing Noregs af ESB-gerðum hefði aukist enn frekar.
Á Íslandi hófst innleiðingin og aðlögunar regluverki ESB 1994. Síðan þá 13.000 gerðir innleiddar. Tölum þetta á mannamáli. Við höfum sem sagt tekið upp rúmlega eina ESB gerð á dag, alla daga, líka á jólunum í 32 ár. Og við höfum ekkert atkvæði þær. Innleiðing Evrópureglna orðin svo hversdagsleg að jafnvel ráðherrar muna ekki eftir því að hafa mælt fyrir þeim, þó að þeir séu stórar. Og þetta ekki ávirðing á neinn, þetta lýsir bara kerfinu eins og það En þá spurningin einföld. Ef við treystum okkur að taka á móti reglunum og innleiða þær, treystum við okkur þá ekki til þess að hafa eitthvað þar að segja. Fullveldi sem að nýta til áhrifa í alþjóðlegri samvinnu meira virði heldur en fullveldi sem geymt ofan í skúfu. Að lokum þetta. Þann 29. ágúst ekki kosið inngöngu í Evrópusambandið. Það kosið það hvort að við klárum viðræður og fáum samning. Ég vann í kerfinu í 17 ár og ég veit að það hafi verið gerð 22 aðildarsamningar í stækkunarfösum sem að telja 7. Enginn þessara samninga eins. Sá sem að segir að það sé ekkert að semja, að hann viti þetta allt, hann ekki að segja satt. Þjóðin á alltaf loka orðið. Fyrst það hvort við könnum okkar kjör og síðan raunverulegan samning ef að niðurstaðan verður að halda áfram. Ég var skeptískur, sérstaklega vegna sjávarútvegsins. Ég skipti ekki skoðun út af pólitískum slagorðum. Ég varð opnari fyrir Evrópusambandinu vegna þess að ég sá jákvæða breytingar með eigin augum í rekstri á útgerðarfélögum í 17 ár. Ég sá hvernig lítið land gat varið hagsmuni sína og haft raunveruleg áhrif. Ég sá hvernig ytra aðhald hafði jákvæð áhrif á stjórnsýslu. Almennu reglurnar urðu almennar. Ég sá vexti lækka og ég sá að áhrif fást ekki með því að standa fyrir utan herbergið, þau fást með þátttöku innan þess. Spurningin 29. ágúst snýst hvort Íslendingar vilji fá allar upplýsingar áður en að þeir taki ákvörðun næstu skref. Mér persónulega finnst það mjög sérstök afstaða að hafna samning sem að enginn hefur séð. Takk. Takk fyrir þetta, Hjálmar. Næstan býð ég velkomin í pontu Guðlaug Þór Þórðarson, seinni ræðumann Nei sinna, alþingismann Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra. Já, fundarstjóri og kæru gestir, það gaman að fá að vera með ykkur hér í dag þegar við fengum svona boðum að mæta að þá var nú gert ráð fyrir því að hér ráðherrar og eða þingmenn, þeir voru ekki tilbúin til þess að gera það og ég vil nota tækifærið og mér þykir það miður að það sé ekki vegna þess að við þurfum að ræða þessi mál og ræða þau af hreinskilni og heiðarleika en ég vil nota tækifæri og hrósa sérstaklega Jónasi og Hjálmari fyrir að taka þessu umræðu. Því að það gríðarlega mikilvægt að við komum og ræðum þessi málefnalega og mér hefur fundist málflutningur þeirra að vera alveg til fyrirmyndar. Ekki verra að vera 3 grái og ég veit ekki hvort þið vitið að því að Jónas að selja íbúðina sína og aldrei að vita nema að kaupi grái. Þannig að ég held að þetta vísi á gott en vona ég klúður ekki neinu núna. Ég ætla að fara í gegnum nokkra glæður. Við erum að kjósa þetta. Þetta aðildarumsókn sem við erum að kjósa Og þarna segir, the government of Iceland has the honor to present hereby in conformity with Article 49 of the Treaty on European Union the application of the Republic of Iceland for membership of the European Union. Þetta sem við erum að kjósa Þetta ekkert ef,
Þetta er ekkert að skoða. Það er verið að kjósa það hvort við að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Skýrara verða ekki og undir þetta skrifa Jóhanna Sigurðardóttir og Össur Skarphéðinsson. Og ég ætla hér að taka vegna þess að mér fundist eina sem að því ég mér svo gaman að ræða þessi mál eins og margir vita og ég lakkaði til umræðunar en mér brá svolítið að félagar mínir og vinir sem búið að vera í 20 ár og ég er búin að taka umræðun þetta hafa algjörlega gleymt. Það bara verið almennt minnisleysi, jafnvel hjá hámenntuðu fólki sem að kennir þessi mál þegar að kemur að því hvað felst í að vera í Evrópusambandinu. En ég ætla að taka hér nokkur orð fólk sem að hefur sagt mjög skynsamlega hluti. Hér er ég að vísa í forsætisráðherrann okkar sem sagði, ég veit að fólk heldur ég sé að blöffa með þetta. Það er bannað að plata, það er bannað að plata í þessu starfi. Þetta sá hún í ágúst. Og hún sagði líka mjög skýrt við kjósendur. Í Evrópumálunum hef ég verið mjög skýr á því að ég tel þetta sé ekki rétti tíminn til að fara í þessa vegferð. Og svo sagði hún, ekki bara í þessu títtnefnda viðtali sem vitnaði til Cheshire Dark, heldur sömuleiðis ræddundi í Morgunblaðið. Það sem gerir svo ítrekka með Evrópusambandi er að þegar það gengur illa, þegar komið verðbólga, þegar eru háir vextir, þá byrja fólk að vilja ganga inn í Evrópusambandið. Hún útskýrði það sér mjög vel í þessu viðtali, sem og viðtali um Morgunblaðið, að þetta snýst ekki um efnahagsástand. Við erum ekki að laga efnahagsástandi með því að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Og hún gat ekkert verið skýrari. Þetta er ekki mín orð, þetta er orð Kristrúnar og ég er hjartanlega sammála henni. Svo sá hún líka, ég veit bara að það er rosalega mikil vegferð að fara í það ferli og það er líka vegferð sem þarf að vera mikil samstaða hjá þjóðinni. Eins og dæmin hafa sýnt, þú gengur ekki svo auðveldlega út úr Evrópusambandinu. Ég sagði þetta ekki, Kristrún sagði þetta, en ég er sammála hverju einasta orði. En síðan gerðist eitthvað og hún sagði við erlenda fjölmiðla í júlí, ég tel þetta frábæran tíma fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið vegna þeirra stöðu sem er í alþjóðamálum. Það gerðist eitthvað. En það eru fleiri sem hafa mælt af skynsemi hér áður fyrir. Þetta er grein eftir Pavel Bartosek sem er nú einn af mínum uppáhaldsstjórnarliðum, stórskemmtilegu maður sem er mjög vel að sér þegar kemur að þessum málum búin að vera það í áratugi. Hann sagði svo í grein sem hét Óvart í stjórn. ESB lítur ekki á að við séum bara að skoða. Aðildarumsókn að ESB felur í sér að landi vill ganga í ESB. Og það er margt breyst í alþjóðamálunum, ekki þetta. Hann hélt áfram í þessari góðu grein sem ég hvet ykkur til að kynna ykkur. Þetta snýst ekki bara að láta samningamenn Íslands sitja fundi í Brussel. Stjórnsýslan öll þarf að vinna þessari umsókn. Hárrétt. Margt breyst í alþjóðamálunum, ekki þetta. Og svo skrifaði hann frábæra grein á sama tíma sem hét Dagbók ESB þar sem hann var að taka og hæða þá stjórnarliða í ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir sundur og saman og skrifaði Dagbók ESB, skrifaði eins og hann væri ESB sjálfur og var að reyna að útskýra þetta fyrir þessu fólki einfalda hluti. Og hann skrifa hér fyrir hönd ESB, þið geti ekki haft toll á landbúnaðarvörum, þið skiljið hvað orðin sameiginlegu markaði þýða. Og svo þetta þar sem hann hitti algjörlega naglan á höfuðið. Sorry, hver sótti eiginlega hjá hverju? Og þegar menn segja að þetta sé eins og sem ég held að sé mjög vond hugmynd, að ég og Diljá færum að semja kaupin á bílnum hjá öðru hvorum okkar, þá erum við nokkurn veginn jafnfættis. Þetta er ekki þannig. Þetta er ekki samruni fyrirtækja. Og hann fer vel yfir það, hann Pavel Bartosek. Og hann benti líka á það því honum fannst algjörlega fáránlegt að Ísland var að undirrita fríverslunarsamning við Kína, því ef við ætlum inn í Evrópusambandið þá myndi hann falla niður strax. En Össur Skarphéðinsson sýndi stórhug með því að ganga og semjaði fríverslunarsamningu við Kína. Við vorum fyrsta erlenda landið eða vestræna landið sem gerði það og hefðum auðvitað aldrei geta gert það ef við værum aðilar að Evrópusambandinu. Það er nefnilega bannað
að plata. Og þó svo að það séu margir kimar í öllum þessum reglugerðum og öðru slíku sem Evrópusambandinu, þá þetta mjög einfalt. Og það mjög ólíkindum þegar maður búin að taka á þessi umræðu í áratugi. Ég fór í fyrstu erlendu ráðstefnu þegar ég var í menntaskóla. Og það algjörlega nýtt að menn komi og konur og segi að þeir vita ekki hvað felist í því að vera í Evrópusambandinu. Og við erum að færa völd frá okkur yfir til Brussel og sömuleiðis peninga. Og nú eru komin alls konar útreikningar á því. Þetta ekkert rosalega flókið. Ef þið farið og googlið net contribution to EU by countries, þá sjáu alveg hvað hópið við erum. Við getum ekki verið, og Guð vonar að við verðum alltaf með ríkari þjóða og rík þjóð, eina leiðin til okkur fyrir að fá út úr ESB, og það með því að verða fátæk. Það eina leiðin. Og við munum fara í aðlögun. Það til samningur sem að Alþingi Íslendinga samþykkti, leið og menn gengu frá aðildarumsókninni við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, og við fengum 8.000 milljónir í gegnum þetta. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins setti peningana í það að aðlaga stofnanir og ráðuneyti að regluverki Evrópusambandsins. Skynsamt fólk sem vil ekki láta hæmka sig segja, já, þetta ekki óafturkræft. Ok, tökum dæmi. Við erum með mjög einfalt tollkerfi eins og Diljá benti okkur á hér. Ef við færum inn, og þetta allt í skjölum, það voru gerðir samningar þetta, þá við þurft að kaupa tollkerfi til að flækja tollkerfi okkur sem kostar 4.000 milljónir, 4 milljarða. Og við þurft að fjölga opinberum starfsmönnum, tollvörðum með nokkur hundruð. Og það kemur skýrt fram í skýrslu Össurar Skarphéðins og utanríkisráðherra að krafa Evrópusambandsins var að klára þetta 6 mánuðum fyrir aðild. Þetta væri tilbúið og væri búið að keyra þetta áfram. Ekki afturkræft. Einhver hérna inni, ef við myndum fara þessa leið og segja síðan nei, ef það verið kosið það, einhver inni sem til í að kaupa tollkerfi Evrópusambandsins sem við getum ekki nota á 4 milljarða? Þetta bara hárrétt og kemur fram í skýrslum, rýniskýrslum, sem að við höfum þurft að draga fram vegna þess að stjórnvöld hafa því miður ekki sýnt almenningi þetta þegar að ganga til þessara kosninga. Við hefðum ekki getað stöðvað IceSafe vegna þess að við höfum þurft að hlíta reglum Evrópusambandsins. Við héldum hér þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að við vildum hafa ríkisábyrgð á bankkerfinu. Þjóðin sagði nei. Við hefðum ekki haft nein tök á því máli ef við verið inn í Evrópusambandinu. Og það skiptir máli fyrir okkur þegar við erum að taka þessar ákvarðanir að við horfum til framtíðar. Og við horfum til þess að unga fólki okkar fái frelsi til að taka sínar eigin ákvarðanir. Því eins og Kristrún Frostadóttir benti réttilega á, það ekkert auðvelt að fara út ef við förum inn. En aðalatriðið þetta, það bannað að plata. Já, takk kærlega fyrir þetta, Guðlaugur Þór. Þá það næsti liður á dagskrá sem eru viðbrögð við upphafserindum. Þannig að liðin geta núna brugðist við upphafserindum hvors annars. Og við byrjum á viðbrögðum já-liða. Þeir hafa núna 5 mínútur og við gerum þetta bara úr sætunum. Bara viðbrögð eða spurning líka? Eða? Nei, bara viðbrögð. Bara viðbrögð. Hvað fannst ykkur erindin? Hrósringur. Já, sko, ég var nú að frétta það þá í fyrsta sinn í ræðu Guðlaugs að mér líði svona eins og sloppy second á balli ef þetta var þannig að ráðherrar áttu að mæta en komust ekki og ég var settur í staðinn.
Þetta var nú flók, svo ég bauði líka grá. Já, nákvæmlega. Það er allt að gerast. Búin að bjóða mér ýmislegt en íbúð mín ekki til sölu þótt að MBL og fleiri vilja vera með róbur gagnvart mér, þá var það ekki þannig. En það sem að kannski svona stingur mig alltaf aðeins í stú er að það sem mér fannst spennandi við þetta fyrirkomulag var að hér væru eiginlega mættir 4 sjálfstæðismenn. Og allavega 4 sem að trúa á frelsi og trúa einstaklingsins sem eru náttúrulega grunngildi flokksins. Þannig að þetta gæti kannski orðið svona meiri umræða á þeim vettvangi heldur en hérna svona hefðbundin pólitísk umræða. Þú vitnar, Guðlaugur vitnar náttúrulega í Kristrúnu og Pavel og Þorgeiri Katrínu sem að Diljá vitnaði í líka en ég get náttúrulega ekki talað fyrir þeirra hönd en ég ekki talsmaður þessara flokka en þeirra pólitísku stefnu. Þannig að við getum bara rætt svona málin sem út frá þessum grunngildum sjálfstæðismanna og mér finnst svona menn mála þetta dálítið upp sko eins og allt sé ómögulegt. Það dálítið sérstakt að Evrópusambandið stofnað 1951 af 6 þjóðum. Af hverju var það stofnað? Þetta var kol- og stáleiðina sambandið sem var nú aðalega til þess að tryggja frið og það hefur nú aldrei tekist vel. Síðan þá hefur Evrópusambandið vaxið og dafnað og breyst bæði til hins betra og verra en enga síður hefur það nú laðað að sér 27 aðildarþjóðir og fleiri þjóðir sem vilja komast þar inn. Það ekki til neitt fordæmi til þess að þjóðum hefur gengið verra með því að fara inn og það hefur heldur ekki verið þannig að þeir hafa með eitthvað framsal á fullveldi sem hægt að tala um. Mér finnst það svona líka svona bjagalegt þegar við setjum þetta upp sko sem erlendir embættismenn eða til útlendinga. Sko heimurinn náttúrulega búinn að breytast mikið, eins og ég talaði með upphafi. Á Íslandi búa 400.000 manns. Þar hafa verið 70.000 með erlent ríkisfang. Það eru 50.000 Íslendingar sem að búa erlendis. Við erum í eitt stóru hagkerfi. Fólk mennta sig, flytur, stofnar fyrirtæki, bæði útlendingar sem koma hingað við sem förum erlendis. Þannig að stilla sig svona upp sem Íslendingar gott, útlendingar vont. Þar ég bara ekki alveg sammála. En það alltaf í lagi. Þurfum ekki að vera sammála allt. En þetta nú kannski svona það helsta sem ég hjói. Herri, ég með vildi koma inn á 2 punkta hjá Guðlaugi. Vissulega rétt að það gott að vera með fríverslunarsamning við Kína. Frá því að Ísland var sjálfstætt land þá höfum við gert 2 fríverslunarsamninga. Annan við Færeyjar og hinn við Kína. Og svo höfum við gert einhverja samninga í gegnum EFTA á svissneskum forsendum eða norskum forsendum. Fríverslunarsamningurinn við Kína að hann þannig að það kemur hérna tollfrjálsvarningur frá Kína upp á 170 til 180 milljarða inn. Við flytjum út fyrir 20 milljarða. Og vissulega munar það 20 til 25 milljarða en tollurinn, af því að við erum aðalega að flytja fisk, tollurinn inn til Kína á þennan fisk 4 til 5%. Þannig að einhver myndir nú segja að þetta var ekkert sérstakur samningur sko. En Evrópusambandið með fríverslunarsamning við 80 ríki, þar á meðal Japan sem myndi skipta töluvert miklu máli. Þeir eru með samninga við Suður-Ameríku, mjög spennandi, við erum að selja anga saltfisk. Þannig að, og Evrópusambandið getur gert samning við Kína á morgun. Það Evrópusambandið sem vill ekki gera samning. Kína vill auðvitað komast inn á hennar markað, þetta eitt stærsti og hæst borgandi markaður í heimi. Líka þegar við erum að tala tolla, við gleymum því oft að við erum með ágætis samning við Evrópusambandið. Við erum ekki með tollfrelsi. Við erum að borga upp í 25% toll á allan uppsjávarfisk, ef við vinnum hann. Þannig að við erum að flytja hérna út óunnin fisk, mestalagi flökum, sem að fer síðan í áframvinnslu. Evrópumarkaður alveg nóg fyrir Ísland. Alveg þangað til að við verðum svona 30 milljónir. Þarna markaðurinn sem að þekkir okkar vörur. Þarna markaðurinn sem að borgar hæsta verðið. Við þurfum ekkert að semja við alla. Við erum ekki nema 400.000. Við erum með einhæfan útflutning. Við erum í áli, við erum í fiski og svo það hugverkakeri. Og svo erum við náttúrulega með ferðamenn. Annar punktur
sem kom frá Gulli. Hvað? Nú vil ég helst ekki þurfa að beita þessu vopni. Ég skal vera það bara mjög snöggur. Að það kom fram að eina leiðin til þess að fá pening út úr ESB væri að vera fátækari. Þetta bara vitleysa. Luxemburg ríkasta land í heimi og þeir eru að fá pening frá Evrópusambandinu. Þetta eru gegnumstreymi sjóðir og þessi rök með 50 milljarða, þetta svipað eins og ég færi núna eftir þennan fund á Bæjarins bestu og ég myndi panta mér eina með öllu og kók og ég myndi borga með 10.000 kalli. Það þýðir ekki að pilsan kostar 10.000 kall. Ég að fá tilbaka líka, sko. Þú að reikna dæmi til enda. Og þetta bara svona Brexit rútudæmi 50 milljarðar. Takk fyrir þetta, Hjálmar. Þá komið að viðbröðum Neiliða. Hvað segið þið? Ég byrja þú. Ég ætla að byrja. Ég skrifa niður 2 athugasemdir. Ég ætla fyrst að fá frábiðja mig það að því ég að tala aðra þjóðir sem útlendinga, að ég sé þá að flokka fólk í gott eða vont, eða væri hægt að fá leiðbeiningar frá já til að sjá það hvað maður að kalla fólk sem manna ríkisfang en Íslendingar. Það verður þá gett. En þið takið til því þegar þið heyrið jásinn að tala undir merkjum auðvitað forvitina að þið ræða mestmegnis mögulegan efnahagslegan ábata sem samt kemur ekkert fram í þessum aðildarsamningi sem þeir eru svo forvitnir að sjá. Og síðan þeir hins vegar að ræða undanþágur eða sérlausnir eða skapandi lausnir eða hvað sem að útlendingar eða þeir sem eru með af öðru ríkisfangi kalla þetta. Þeir vilja sem sagt, við skulum bara kalla hlutina réttum nöfnum, þeir eru að tala að semja við ESB málaflokka sem við höldum í dag 100% á sjálf hvað við getum fengið tilbaka, fengið náðarsamlegast að halda hjá þessum erlendu embættismönnum. Og það ekki bara sjávarútvegsmál, það alltaf að tala sjávarútvegsmál, þetta eru landbúnaðarmál og orkumál og þetta eru tollar og þetta samningsfóra í fríverslunarsamningum. Og svo finnst mér mjög áhugavert bara almennt að hlusta á þessa herramenn alla tala og með þekkingu úr viðskiptaleginu, Guðlaug og náttúrulega mannafróðustu hér á landi þessi mál sem fyrir með utanríkisráðherra og þessi Evrópumál almennt. En það mikið verið að tala fyrir unga fólkið sem með allar svo skuldir ungu börnin. Ég unga manneskja með skuldirnar og ungu börnin. Og ég ætla bara að segja, fyrsta spurningin, hún bara alls ekki það hvað við getum samið, hvað við getum mögulega fengið að halda. Hún hvernig líst okkur á Evrópusambandið? Og hagsmunum Íslands best borgið þar inni? Við vitum alveg hvað ESB við vitum hvert lestin að fara og við getum bara lesið á skiltið að við erum forvitin og eitt í viðbót. Því Jónas talaði þöldi upp sérstaklega NATO, ES og EFTA og fleira frábær afdrifarík skref sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur einmitt leitt. En ég vona að Jónas ger sér grein fyrir því að það svo afdrifaríkur munur á þessu alþjóðasamstarfi og inngöngu í Evrópusambandið. Það svo mikill munur að við þyrftum að breyta íslensku stjórnarskrána til að ganga þar inn. Eins og ég sagði. En kannski ég má fylgja þess eftir að já, klappið fyrir Diljá. Ég hef náttúrulega ekki hugmynd það hvernig þjóðinu gengið ef ekki farin í þarna Evrópusambandið og þetta maður með ekki benda á það augljósa og talandi mína hugsjón þar sem fer náttúrulega vest í mig þegar ég sé þessi gríðarlegu völd sem embættismenn hafa í Brussel sem enginn getur snert. Enginn getur snert. Þú getur aldrei kosið út. Það ekki séns. Og við vitum í rauninni ekkert hvaðan þessi ákvarðanir eru teknar. En það sem liggur fyrir að Draghi-skýrslan segir, meira að segja þegar Evrópusambandið sjálft að segja, við erum með allt of flókið regluverk. Það gengur allt of illa hjá okkur, við erum að tapa í samkeppni. En samt sem það gengur ekkert að laga. Og það út af því að þú komið með embættismannaveldi sem enginn hefur áhrif á. Því miður, eða mjög lítil. Gera lítið úr fríverslunarsamningum Íslands sem að gera mest með gegnum EFTA finnst mér ótrúlega dapurt minn kæri nágranni. Það stenst enga skoðun. Og gera lítið úr Kínasamningum hans össurar, og þetta svolítið svona, eins og svolítið gildan núna, ef að þú ert ekki með jafnt vægi kaup á vörum, að þá sé samningur í slæmum fyrir þig, það er alltaf legið fyrir þegar við gerum samning við Kína og þú ekki gert það, að þeir myndi flytja meira inn til okkar, þar sem menni hins vegar að þróa sér inn á þann markað. Og svo auðvitað líka þannig að það svona gera lítið úr Íslandi og það finnst mér vont.
að tala allir EFTA-samningarnir séu gerðir á forsendum Noregs og Sviss. Tollastefna okkar það kom í ljós þegar menn tók þetta út þegar voru með aðildarumræðum síðast og þá var Kínasamningur kom inn og fleiri fríverslunarsamningar komið að það myndi koma illa niður við iðnaðinn á Íslandi og sjávarútveginn ef við tækjum með tollastefnu í ESB. Það myndi skerða samkeppnishæfni þeirra en svo myndi auðvitað verð á ýmsum vörum auðvitað hækka þegar þú ferð úr 90% tollfrelsi yfir í 30%. Luxemburg að fá út úr Evrópusambandinu vegna þess að þeir eru með dómstólinn og ýmsar stofnanir í Luxemburg. Og þannig að þú tekur það inn í að sjálfsögðu, en þá inn í að þá koma þeir vel út af því. Hins vegar náttúrulega eitthvað sérstaklega líka að þessu fyrirkomulagi ef það virkilega þannig að þú ert að borga inn í þetta fyrirkomulag og bankanýlendan Luxemburg að fá frá öðrum þjóðum mikla fjármuni. En aðalatriðið þetta, þetta stjórnmálamaður en okkur ekkert alltaf svo vel við stjórnmálamenn. Kosturinn hér þegar við þessari stöðu, við bara getum kosið það út, við bara kjósum aðra. En ef við setjum öll þessi völd undir Evrópusambandið og það alveg alrangt sem hér hefur komið fram að við séum eitthvað 75-80% undir, það ekkert sem að bakka það upp og það skýrslu sem hér eru vísað til í framsögu Hjálmars að það bara áætlun, þetta svo mater, ef allt samantekið, Schengen og allt saman, þá þetta sé svona 2/3. En hins vegar tala tölurnar sínum máli og þær eru mun lægri. Takk fyrir þetta. Ég skítræddur við þetta. Já, við höfum haldið ágætlega á spöðunum, við erum bara vel innan tímamarka. Upphafserindin voru 10 mínútur hver. Diljá fór nokkrar sekúndur yfir en það var eiginlega vel þegið af því að Hjálmar sem var næstur í pontu, hann hafði brugðið sér frá sem gerði mig stressaðan sem fundarstjóra. En það jafnaðist síðan út. Næsti liður á dagskrá eru spurningar á milli liðana. Og fyrst það spurning nei-liða til já-liða og í raun og veru, þetta eru 3 mínútur sem liðið hefur til þess að svara og síðan hægt að bregðast við svarinu í 2 mínútur. Þannig að... Erum við að byrja að spura? Já, þetta er spurning nei-liða. Hvað þetta margar spurningar? Ein spurning. Þau byrja. Já, þannig að núna hafið þið eina spurningu sem þið getið spurt já-liðana. Herðu, þá ég með tvíþætta spurningu fyrir ykkur. Hvað spurningar það? Hvað er góður samningur? Ég sérstaklega spyrja meðal annars því hvort það sé ásættanlegt að við séum undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni og hvað er þá vondur samningur? Myndu þið segja nei ef við fáum engar varanlegar undanþágur og ég ekki að tala sérlausnir eða skapandi lausnir eða neitt slíkt varanlegar undanþágur. Góður samningur og vondur samningur. Já, ef við fáum vondan samning og engan varanlegar undanþágur þá held ég að liggi nokkuð ljóst fyrir að við myndum vantilega hafna því. Hvað er það? Fyrirgefðu. Hvað er vondur samningur? Ef við fengjum til dæmis engan varanlegar undanþágur. En þú veist, samningurinn er náttúrulega heildarsamningur. Þetta er dálítið erfitt að taka út eitt lið. Þetta var, við spurðum á sáður, hvað eru rauðu línurnar og ég held að sé nú búið að stjórnvöld hafa nú gefið út eitthvað af þeim rauðu línum sem þau vilja ekki sé vikið frá. Ég met þetta bara þannig að þetta eru heildarhagsmunir. Við munum þurfa að gefa eitthvað eftir, við munum fá eitthvað annað í staðinn. Og hvað erum við að fá annað í staðinn? Jú, við erum að fá beina aðkomu atkvæðisrétt. Við getum mögulega tekið upp evru, betri viðskiptakjör og við verum þá hluti á sameiginlegri viðskiptastefnu hérna stærstu viðskiptablokki í heimi. Þetta eru vinaþjóðir okkar, þannig að við værum bara að tengjast þeim mun betur og en á endanum, út af það gengur náttúrulega öll þessi umræða, þá er það þannig að við teljum, við Hjálmar, að við þurfum að fá meiri upplýsingar til þess að geta sagt já eða nei. Sumir bara eru búin að þegar ákveða sig og ég skil það vel. Eins og ég sagði í byrjun, það voru til hérna samtökin Evrópuhreyfingin, ég held að hún hafi stofnað 95 og það voru til samtökin Heimssýn, þau held ég að vera stofnað 2002. Þegar ég flutti heim hérna byrju sumars, þá fannst mér vanta þetta þriðja afl og ég hef ennþá eftir að skilja áfram Ísland, okkur það fór ekki bara inn í Heimssýn, því að þetta er bara nákvæmlega sama stefnan, að segja nei. Þannig að við með 2 samtök sem eru að segja það sama.
Þannig að ég veit ekki hvort að ég hef svarað svo nægilega vel fyrir þig, en þetta bara Ég get svo sem heildarhagsmunir. bætt í þetta, sko, að þegar kemur að sjávarútvegsmálunum, að það eru til 6 frekar en 7 mismunandi undanþágur og sérlausnir og ég held að séu 4 sem að geta verið varanlegar. Þannig að ég hengi mig nú ekki í það nákvæmlega hvort að þetta sé sérlausn, það er miklu líklegra að það sé sérlausn, en hún getur verið varanleg. Og fyrir mitt leyti að þá erum við með okkar staðbundnu stofna hérna í fiski og við þurfum að fá varanlega staðfestingu á því að okkar hlutdeild í þeim, sem er nú vanalega 100% eiginlega í þessum flestu stofnum, að hún sé óbreytanleg. Það er must fyrir mig. Síðan það deilistofnarnir og þeir náttúrulega fiskurinn á sig sjálfur og það fer bara eitthvað og það á svo sannarlega við deilistofnana og þar verðum við að ná ásættanlegum samning. Og ég kýs að gefa það ekki út hérna því að ég tengi sjávarútveginni á Íslandi og það er bara taktískt ekki gott. En ég hef mínar skoðanir á því. En við værum sérst undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Það er algjört glapræði að fara inn í Evrópusambandið og vera ekki undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Það er bara ekkert að þeirri stefnu ef að við á Íslandi höfum nú drattast til þess að gera stefnu að þá værum nánast eins. Og ef að þú ert ekki inni í sjávarútvegsstefnunni þá getur ekki haft áhrif á hana. Evrópska sjávarútvegsstefnan, hún gengur út á þrennt í grunninn. Sjálfbærni, arðsemi veiða og byggðasjónarmið. Takk fyrir þetta, Hjálmar. Tíminn er búinn. Það var spurning, já, þið hafið 2 mínútur til þess að bregðast við svarinu. Nei, ég meina, þetta er bara heiðarlegt. Bara gott að segja það. Þið vilja að við verðum undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Og bara fyrir ykkur það þýðir það að völdin sem við erum búin að berjast fyrir og sem eru nú á þann aldrei að þið munið það vel þegar við tókum það slag, fer frá Íslandi til Brussel. Og ég er mjög ánægður að þetta sé sagt svona skýrt vegna sem ég er búin að spyrja ráðherrana, alla þingmenn, stjórnarleiðsum þetta og það eru 2 sem hafa viðurkennt þetta, það er Pavel og Dagbjört, en nú koma fulltrúar þessar hreyfingar og segja, heyrðu, við ætlum bara að vera aðilar sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Og þetta er frétt fundarins að hreyfingin sé tilbúin að gefa þetta eftir. Og bara svo að menn átti sig eins og á því að ef við erum í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni þá höfum við ekkert neytendavald. Það er 80% ákvörðunum eru teknar með meirihluta og það er ekki meirihluti 1 land, 1 atkvæði, heldur líka er tekið hvað búa margir í hverju landi fyrir sig. Og þetta ekki breyting, þetta yrði bylting og einhverju myndi segja til hvað svo barist í landhelgisdeilunum og því öllu saman. En ég bara þakka fyrir hreinskilni að þetta bara alveg gæti ekkert verið skýrur og svona finnst mér að fólk eigi að vera og ég vona að ESB-sinni verði svona bara segja þetta hlutin eins og eru. Þið vilja að við verðum undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Má ég bregðast við bara örstutt? Ég líka vilja gera það. Sko, Bara örstutt. að því að hann segir sko að sameiginleg sjávarútvegsstefna Evrópu. En náttúrulega í Evrópu eiginlega bara deilistofnar. Ef við tökum bara fiskinn í Miðjarðarhafinu, þá deilir landamæri þar, 20 landa allt í kring. Ef hver einasta þjóð væri með sjálfstæða stefnu geti gefið út sína eigin kvóta, þá væri náttúrulega engin stjórn á þessu. Þannig að þegar þú ert komin í deilistofna, þá verður náttúrulega að vera sameiginlegt eins og við gerum á Íslandi. Við gefum líka út kvóta fyrir, þú veist, það ekki hvert og eitt sjávarpláss sem við getur úthlutað sínum eigin. Ef þú ert í sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, Kerry, þá ræður Brussel. Og sameiginlega sjávarútvegsstefna var sett á sínum tíma því að þegar menn sáu að þau kemist ekki hjá því að taka Bretar inn og það var svona ákveðin pólitík í því. En það breytir því ekki. Nú ráðum við þessu 100%. Ef við förum inn í sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna, þá ræður Brussel þessu. Svo einfalt það. Og það enginn hér inni og enginn í heiminum sem getur sagt hvernig Evrópusambandið mun þróast, en það ekkert sem bendir til þess að þeir ætla að fara ítundi meira neytendavald, þvert á móti þeir vilja að alla tillögur Draghi og annarra slíkra að meirihlutavaldið verði sterkara. Nú verð ég að stöðva þig. Þetta leiðst út í spjall. Nei, býttu, þetta áhugavert spjall. Við verðum að halda áfram, Hjálmar. Ég verð snöggur, ég verð að fá að koma inn á þetta. Af því að sko, Gulli náttúrulega búinn að vera í pólitík frá 5 ára, sko.
og hann tekur svona eitthvað og tekur eitthvað tvist og býr til einhverja fyrirsagnir. Ég læt ekki bjóða mér það, sko. Það enginn að fara að kjósa mig, ég ekki að bjóða mig fram, sko. Sameiginlega sjávarútvegsstefnan með varanlegum sérlausnum sem að tryggir hagsmuni Íslands. Það verulegur munur á því. Og þegar þú talar þetta, Gulli, að þá lýsirðu yfirgripsmikilli vanþekkingu. Það mjög gott að hafa einn sem veit eitthvað hérna. Já, ég var 17 ára. Núna, það bara... Við skulum enda á þessa umræðu núna. Ég minni sér á að hver og einn ræðumaður hefur lokaorð, 5 mínútur, þannig að það eitthvað sem hann vill að komi fram, að þá hefur hann tækifæri til þess þá. En þá er komið að spurningu jáliða til neiliða. Jónas og Hjálmar, hver er ykkar spurning til Guðlaugs og Diljár? Þetta ekki nógu góð spurning. Sko, það sem að spurningin snýst að það er EES-samningurinn. Og það í fyrsta lagi hvort að menn sjáu ekki í stóru myndinni einhver verðmæti í því að geta haft aðkomu og atkvæðisrétt þegar við erum áður en að við tökum við þessum reglum og svo er að seinni liðurinn hvaða skilaboð eru það til samstarfsfólks okkar í Evrópu mót aðlands sem eru með EES-samninginn á mót okkur að við sendum þeim skilaboð til þessara vinaþjóða að við nennum ekki að setjast niður með þeim og ræða dýpra samstarf. Við bara nennum því ekki því að tíminn passar ekki og þetta er bara ömurlegt. Sko almennt séð, því ég hef nú alveg verið í samstarfi, að það eru svona viðmót sem að fæ menn til þess að hugsa samstarfið upp á nýtt og höfum það í huga þegar við talaðum aðildarsamning. Það er allt annað að hafna aðildarsamning. Norðmenn hafa gert það í tvígang. EES-samningurinn hefur staðið það að sér. Samantekið með EES, hvaða skilaboð felast í þessu, eru þá jákvæð skilaboð og er ekki neitt valjú í því eða verðmæti fyrir Íslendinga að fá aðkomu með atkvæðisrétti. Já, ef ég fæ að byrja, takk. Ég er ennþá jafnum á því að Hjálmar hafi farið yfir hérna áðan að ég væri bara algjörlega gagnslaus í þingmannanefnd EES-EFTA þegar það var allt gert á forsendum samstarfsþjóða okkar sem auðvitað alrangt. En ég er svo vön þessum óhróðri sem verið að dreifa með samningin. Ég var búin að prenta þetta út á hann ég kom. Ég les ykkur þessu opna bókstrákar. Af því að hagsmunagæsla Íslands í EES, hún getur verið alveg óbúslega víðtæk en hún er undir okkur sjálfum komið. Og þessi ósannindi óhróður EES-samningin er eitthvað sem ESB-sinnar hafa verið að reyna að dreifa skipulega árum saman og eru loksins komnir algjörlega út úr skápnum með. Að þeir eru alltaf að tala það við séum algjörlega áhrifalaus í EES-samstarfinu. Og hér er bara farið við það á vettvangi stjórnarráðsins, það geta allir lesið þetta, þessar upplýsingar, að hversu rosalega víðtæka aðkomu við getum haft að löggjöfinni og mótun löggjöfarnar, að nefndunum og störfunum við undirbúningu löggjafar í ESB. En við þurfum auðvitað að bera því eftir því sjálf, af því að það gætir engin okkar hagsmuna fyrir okkur og reyndar var þannig að síðustu aðildarviðræðum að þá því miður eitt af því sem að þetta bitnaði á var EES hagsmunagæslan því að allur fókusinn sem hafi verið á EES, hann fór yfir í ESB og það var ekki fyrir Guðlaugur Þór var aftur utanríkisráðherra, loksins var sjálfstæðismaður utanríkisráðherra, hann endurreisti hagsmunagæslun í EES. Hún er í okkar höndum. Þú svaraði ekki spurningunni. Ég skal taka að við nennum ekki. Vil ég panta því? Já, ég hef miklu meira áhyggjur af því vegna þess að ég hef tekið samtöl við forsvarsmenn Evrópusambandsins og sömuleiðis þingmenn og annað slíkt sem hafa spurt mig hvernig það getur verið að umræðan á Íslandi sé þannig að við séum í raun ekki að sækjum til að sækjum, heldur bara til að kanna hvað er í boði. Og einn horfði í augun á mér í Strasbourg sem er nú, já, þar sem að þingi fer einu sinni í mánuði með 17 milljarða kostnaði, en það er annað mál. Og sagði við mig þegar hann átti að sagði, býttu, á hverju eru þið að láta okkur leggja allar þessa kostnað og vinnu ef ykkur er ekki alvara með þessu?
Þið vitu þetta hvað felst í að vera í Evrópusambandinu. Þessi maður sagði þetta við mig og horfði beint í augun á mér. Og hvernig getið þið boðið okkur upp á það? Við erum í fullri alvöru að setja mikla pening í þetta, við erum að setja mikla vinnu í þetta og þið eru að segja eitthvað sé engin alvara með þetta. Þið séu bara að kanna hvað er í boði. Því að þetta er ekki bara við sem leggjum á okkur. Það eru líka þau og við eigum auðvitað að bera virðingu fyrir vinaþjóðum okkar. Eins og við bera virðingu fyrir okkar og okkur hérna í pallborðinu og Hjálmar, þú voru aðeins fara að tala falleira okkur hérna Dilja og þetta gengur ekki. Fyrirgefðu. Ég tek mig á. Jæja, Jónas og Hjálmar, þið hafið 2 mínútur til þess að bregðast við þessu. Er eitthvað sem þið viljið koma á framfæri? Sko, það náttúrulega, ég ger ekki lítið úr því að þess að samtalið til þennan eina mann, ég veit ekki hver það var. Eitthvað bara sem tók sem dæmi. Já, bara sem dæmi, en þú veist, þetta alltaf þannig, sko, þú veist, við getum náttúrulega fundið allskyns dæmi frá allskyns mönnum, allskyns löndum. Það enga síður 75% ánægju vogin innan Evrópusambandsins yfir 75%. Í smáríkjum eins og Luxemborg og Möltur yfir 90%. Þannig að þeir sem hafa farið inn virðast nú vera nokkuð ánægðir. En það þýðir náttúrulega líka 75% í 450 milljón manna þjóðfélagi að það séu þá 100 milljónir manna sem eru ekki ánægðir. Þannig að auðvitað getum við alltaf fundið staði, menn, þjóðir, aðra. Ég bara alltaf að reyna að horfa á þetta bara sem hildarpakka, sko. Við vorum ekkert að ræða það. Já, við vorum að tala það, að einn maður hafði nú sagt það að hann skildi ekkert í okkur. Ég segi hins vegar á móti, mér finnst erfitt að skilja það að ef að sé svona mikil ánægja meðal allra þjóða sem innan Evrópusambandsins, ef að vextir hafa farið niður hjá öllum þeim sem hafa farið inn í evru umræðuna, af hverju ætti þetta ekki að eiga við okkur? Þetta sama með sko European People Party sem ég nú mjög hrifinn af líka og Sjálfstæðisflokkurinn alveg að. Það eru allir hægri flokkarnir á Skandinavíu, hvort sem móderatinni, hægri, venstri eða kókomus. Þeir eru allir hlindir Evrópu umræðunni, nema Sjálfstæðisflokkurinn. Við erum ekkert að ræða þetta. Þið spurðu mig hvort við nefndum þess ekki. Já. Ég var að svara þeirri spurningu og ég var að segja ykkur það að það skilur enginn, þar með talið í þessum systur flokkum okkar, að því ég hef nú umgengist það nú þó nokkuð mikið og meðal hans sóttum aðild. Enginn sóttum aðild til að kanna hvað er í boði. Þau sögðu við kjósendur, við teljum best fyrir okkar land að vera í Evrópusambandinu og farið rök fyrir því. En það liggur náttúrulega alveg fyrir. Það er það sem þarna greinir munurinn á að þú getur ekki útskýrt fyrir forystumönnum Evrópusambandsins að við ætlum að sækjum aðild að Evrópusambandsins sem fyrir tilhendi kostnað og vinnu fyrir okkur og þá og okkur sé ekki alvara með það. Þetta er ekki svona flókið. Ég meina, ef það kemur já í ágúst og þá fara aðildarviðræður af stað. Norðmenn eru búin að fara í gegnum þetta tvisvarsinnum. Þjóðin hafnaði samningi. En ef það kemur já í ágúst, þá verður menn náttúrulega stefna að því að fara inn. En í sambandi við EES og hagsmunagæsluna og áhrifin sem við höfum með 0 atkvæði, mér fannst þið ekki svara því alveg nægilega vel. Ef við förum bara eftir... Hjálmar, þetta áhugavert spjall en tíminn því miður búinn. Við verðum að halda áfram. Ég ekki bregðast á við eins og þeir? Nei. Bara strákundir sem fá að tala? Þú verður að vera þá mjög stuttorð. Geturðu það? Ég skal gera það og ég get bara ef þið líður betur, Hjálmar, þá er ég líka ósátt með mjög margt sem þú hefur sagt. En ég er bara aðeins að kommentara ánægjuvogina því að þannig að vill svo þannig til að við erum alltaf að mæla þetta líka hérna heima og það mælist alveg gríðarleg ánægja á Íslandi með EES-samninginn. Þannig að kemur ekkert óvart að ESB-þjóðirnar séu ánægðar með til dæmis með innri markaðinn sem er alveg frábær og við erum hluti af. En ég hef hins vegar orðið vör við það að þeir eru ekki eins ánægðir með, mig langar að nefna innflytjendastefnunni í ESB, nýja til dæmis kvótaflóttamannakerfi að þeir eru að fara að taka við fólki frá Grikklandi, Ítalíu og Spáni. Landbúnaðarmáli, ég hef nú lent í þessu ofta vera stoppa einhvers staðar til dæmis í Pólandi því að búið að dreifa mikið við veginn eða sprauta kúka á Evrópuþingi sko. Takk fyrir þetta, Diljá. Þetta er bara... Þetta er mjög krefjandi starf fundarstjóra hérna. Ég átti svo sem Þetta er ekki öfundsverður stuð. Hvernig dattir í huga að taka það við? Það er komið að næsta lið á dagskrá sem eru spurningar úr sal. Og það er svona að ræða hálfgerðar hraða spurningar. Liðin fá gangi okkur vel með það. Liðin fá 1,5 mínútur hvort til þess að svara. Þannig að það eru bara 90 sekúndur á lið og þau var tilnefnt einstaklinga hérna í salnum til þess að bera upp spurningu
Og fyrsta spurning, Kristján Ingi Mikaelsson. Ef þú stendur á fætur, hann hér og Baldur, það kannski hann fái hljóðnema, augnablik. Og ég bið að vera stuttorðan. Góða kvöldi, takk fyrir framsöguna. Mér langar að beina spurningu til Jónasar og Hjálmars. Þið leggið mikla áherslu á efnahagsmál og ábatan við ESB-aðild, en þið viljið líka sjá samning. Hvað verður efnahagslegan ábata og efnahagsmálun almennt í aðildarsamning og getið þið þá tekið upplýsta ákvörðun út frá því? Hvað verður til dæmis evruna? Hafið þið einhvern tímann lesið aðildarsamning ríkis við ESB af því ég hef ekki séð þetta áður í samningum? Takk fyrir. Ég skal taka þetta, það er lagi. Aðeins aðildarríki í Evrópusambandinu geta tekið upp evruna. Það liggur fyrir. Þetta býðst þeim ríkjum sem að ná tökum á sínum ríkisfjármálum eins og hefur nú komið fram í umræðinni. Þú ert með þessi Maastricht skilyrði sem að lúta verðbólgu og vöxtum og halla. Skuldum. Þú dætti út, nei. Og ríkishalla. Við höfum stillt upp okkar sterkasta liði í þetta verkefni lengi og Sjálfstæðisflokknum hefur verið treyst fyrir því lengi. Við erum búin að kljást við krónuna í 100 ár. Niðurstaðan ljós. Við erum með 2 stafa verðbólgutölu að meðaltali, þrátt fyrir að vera með menn á borð við Davíð Oddsson, Friðrik Sophusson og Geir Haarde í verkefninu. Okkar allra sterkustu menn. Það sem að skeður þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið og þetta geta menn bara séð, að þá færist ró á hagkerfin. Verðbólga lækkar, vextir lækka. Umheimurinn metur pólitískan stöðuleika meiri í landi sem komið inn. Og svo fá menn aðstoð við að ná tökum á þessu, ná tökum á verðbólgunni. Við fáum líka ytra aðhaldið sem ég talaði áðan, varðandi hallarekstur á fjárlögum. Og löndin sem að hafa sett upp trúverðugt plan inn í evruna, að þá lækka vextir aftur. Þetta er ekki samning. Þetta er í aðildarsáttmálanum. Þetta bara fylgir. Þetta bara fylgir. Takk fyrir þetta. Tíminn búinn þegar við 1,5 mínútur til þess að bregðast við sömu spurningu ef þið viljið. Þið getið líka sleppt í hefð. Það verður auðvitað að kalla það út að Hjálmar svara ekki spurningunni. Hann var spurður af því hvað verður efnahagsmálin í aðildarsamningi að þið standi hérna fyrir samtök sem vilja bara fá að sjá samning. Og svo ert þú bara að færa hér rök fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið og það er bara gott og blessað ef hann fylgir Evrópusambandinu. En hvað verður í samningnum efnahagsmálin? Þú svarar því ekki. Og eru samtökin kannski bara markasbrella eftir allt saman? Ég mætti kannski aðeins bæta við að eins og Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri hefur bent á að leiðin að lækkun vaxta og verðbólgu alveg svo sama hvort sem að fara í evru eða ekki. Og ég hvet að því að það hefur verið sagt eins og Evrópusambandið sé bara strangt foreldri sem bara þú fari ekki að fara út á kvöldin forsætisráðherra viðkomandi ef hann hagar sér ekki varðandi Maastricht-skilyrðin. Ég hvet ykkur bara til að skoða hvaða lönd í Evrópusambandinu fylgja eftir Maastricht-skilyrðunum. Því að þetta er ekki þannig. Og því miður ekki þannig að Evrópusambandið tryggi ró á hagkerfum. Ég meina það var fjármálahrun í Evrópusambandinu þó að það væri til. Og því miður það þannig að það er ekki gott fyrir okkur, ég ekki gleðast yfir því. En þá óveður skýin að þau eru yfir Evrópusambandið og þau viðurkenna það sjálfir. Þannig að mér finnst það mikilvægt að það komi fram. Takk fyrir það. Ég minni á QR-kóðan hérna fyrir aftan til þess að spyrja spurninga í gegnum Speakness-kerfið. Þið getið farið, ef þið þurfið að fara á internetið, þá það Harpa Free Wi-Fi, held ég að heiti. En næsta spurning, Óðinn Freyr. Þú kannski standir á fætur, bíður eftir hljóðnumannum.
takk fyrir. Og óvenju skemmtilegar kappræður á mínu mati. Smá hiti í þessu sem skemmtilegt. Herðu, ég ætla að beina minni spurningu að Diljá þótt að ég hafi nóg að öðrum spurningum til þess að spyrja. Er staða Íslands gagnvart Bandaríkjunum breytt eftir ásælinu og yfirlýsingar Bandaríkjaforsetara Grænland? Já, merkilegt og skulur beina þessu til mín. Ég efast að þú náir að múlbinda Gulla með þessu og þetta veit ég var aðstoðarmaður hans. Það vill nú svo þannig til að því að þessu hefur nú verið fleygt fram sem rökum fyrir því að við séum stödd í þessari vegferð, þessari ESB-vegferð ríkisstjórnar Íslands. En það vill nú svo þannig til að þegar stjórnarsáttmáli þessari ríkisstjórnar var skrifaður og þessi áform verið gerð að við yrðum dregin inn í þennan leiðangur, þá var Trump bara ekki forseti og hann hefði ekkert verið að tjá sig með þessum hætti. Það var Biden sem var forseti þegar stjórnarsáttmálinn var skrifaður. Þetta er bara enn ein átillan fyrir ESB-samninginn. Ef það ekki þetta, þá er það eitthvað annað. Við erum nýbúin í efnahagshruni eða það er hamfaralínun eða það er einhverjar yfirlýsingar. Og ég ger ekki lítið úr yfirlýsingum forseta Bandaríkjanna og við höfum staðið þétt við bakið með vinum okkar Grænlendingum, en það sem hefur ekki breyst er það að Bandaríkjamenn eru náin vina og bandalagsþjóð okkar og við erum með varnarsamning við Bandaríkin sem er stöndugur og því miður erum við með stjórnvöld sem sinna bara í engu sambandi við Bandaríkin og er í raun við einu ráðherrana ekki á Norðurlöndunum sem hafa ekki til dæmis farið og heimsótt og hitt kollega sína og ráðamenn í Bandaríkjunum og það er mjög miður. Takk fyrir þetta. Jónas og Hjálmar, þið hafið 1,5 mínútu eða viljið bregðast eitthvað við þessu. Við getum líka farið í næstu spurningu, við erum aðeins á eftir áætlun. Þannig að viljið kannski bara fara í næstu spurningu. Herðu, þá er það Brynjólfur Hauksson, læknir. Þarna ert þú, þannig að hljóðnuminn er á leiðinni til þín. Það er nú þannig að það kemur fram á heimasíðu Evrópusambandsins að viðræðuferli felur í sig aðlögun. Utanríkisráðherra hefur í rauninni ekki útilokað þetta á þingi í svörum sínu þar. Það má líka taka fram að við fengum 8 milljarða í styrki til aðlögunar þegar Jóhanna og Kó voru fyrir aðildarviðræðum og ég vissum að ESB gerði ekki á góðsemi sinni að láta þessi 8 milljarða í þetta. Ég vil bara fá að vita hvort að þið teljið að þessar viðræður feli ekki í sér aðlögunarferli. Því það kemur fram á heimasíðunni. Það er alltaf verið að tala um þetta sé bara að skoða. Takk fyrir, við þurfum stuttar spurningar. Bara alveg sammála. Aðlögunarferlið hefst við aðlögunarviðræður. Það liggur alveg fyrir. Ég held að það ætti ekki að dyljast neinum. Munurinn er náttúrulega sá að við erum að innleiða í dag reglugerðir EES og með ESB erum náttúrulega aðalega að tala um tvennt. Það er það tollasambandið og myntsambandið. Og við förum náttúrulega ekki inn í tollasambandið né myntsambandið fyrir en að samningsviðræður hefur verið loknar og þjóðin hefur fengið að kjósa þá heildarsamningin. Þá þarf að gera stjórnarskrárbreytingu sem fari yfir áður og þá hefst allir sá pakki. Þannig að jú, aðlögun hefst en það eru þarna þessi 2 stóru kaflar sem verða ekkert innleiddir fyrir en að við erum búin að kjósa það. Já, má kannski bæta eins við, eins og Jónas kom inn á aðlögun að evrópsku regluverki hófst á Íslandi 1994. Við erum búin að innleiða 13.000 gerðir, hafna yngri, þannig að það er 13.000 síðan liggur nú fyrir að það er nú komin ágætis reynsla á þetta þessi 32 ár og ég held að þetta sé það svona pólitískt hitamál sem að Íslendingar eru hvað mest sammála að sé gott. Þannig að allavega sú aðlögun að Evrópusambandsreglum 13.000 sinnum, heilt yfir hefur hún tekist ágætlega.
En það sem stendur þarna fyrir utan náttúrulega sjávarútvegur, landbúnaður, það eru tollamálin og það eru evran og svo náttúrulega utanríkispólitíkin. Og í utanríkispólitíkinni, Gulli þekki það nú betur, en þá höfum við nú fylgt Norðurlöndum sem hafa nú yfirleitt fylgt Evrópusambandinu. Ég held að séu nú fáir sem að séu á móti því að taka upp evru en þeir eru þó til. En stóra málið sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn. Takk fyrir þetta, Hjálmar. Viljið þið bregðast við þessu? Já, takk. Ég meina fyrst, og þarna, þetta ekki rétt að ég byrjað 5 ára í pólitík, ég byrjaði 6 ára. Og þannig að við höfum þetta alveg á hreinu og ég sé aðra fyrirsögn þarna. Okay. Þannig að bara, það sé alveg sagt að það alveg skýrt að hér loksins þá komið fólk sem að við kennum það að við förum í aðlögun. Þið voru eins og svolítið spör á málaflokkana. Það miklu, miklu meira heldur en þarna nefnt og eins og ég nefndi áðan að þá kom það skýrt fram í skýrslu Össurar að tollkerfið og allt sem því tilheyrði þurfti að vera tilbúið og þú væri búið að keyra það 6 mánuðum fyrir áður en við göngum inn og að lágmarki. Svo ertu með náttúruverndina, þú ert með mjög marga málaflokka og þetta eins og bara hlutfallið ekki rétt og mér finnst, sko, ef að menn geta með að því að við skoðum þetta sérstaklega í ráðuneyti því ég var þarna, að því að þessi umræða, hvaðan kemur þetta 75%? Og það menn finna þarna í þessari skýrslu að það eitthvað slegið á þetta, en það ekkert á bak við þetta. EFTA-skrifstofan gefur út tölu á hverju ári og þegar við gáum út þessa skýrslu hvort á 2016 eða 17 þá var þetta 13,4% sem að við tökum af öllu reglugerða eða gerðum Evrópusambandsins sem eru margvíslegar. Og þetta alveg skiljanlegt og með bara viðkennum það að þú veist, að Evrópusambands hálfu þetta því að þeir séu illmenni að þeir vilja fara í aðlöguna? Nei, þeir vilja bara að við séum tilbúin þegar við segjum jáið að allt geti gengið eftir. Og þess vegna eru þeir að styrkja ríki og styrkja til dæmis Tyrkland af því þeir eru búin að gilda aðildarumsókn sem ég var í menntaskóla og það eru tölur sem auðvitað skattgreiðendur ESB greiðar sem velt ekki á 100 milljarða heldur 1000 milljarða sko. Takk fyrir þetta. Þá það næsta spurning, Halldór Jörgen Ólesen. Takk fyrir og takk fyrir góð erindi, innihaldsrík erindi hér í kvöld og þessi gamanmál liða. Ég ætla nú að spyrja hérna að þjóðaratkvæðagreiðslan núna 29. ágúst hefur vakið mikla athygli í Noregi og umræðan komin á fleygiferð þar. Hver staða Íslands ef Norðmenn ákveða hefja aðildarviðræður á ný eða ganga í Evrópusambandið? Hvað þið EES og ætlið þá að setjast við samningaborðið? Það spyrir okkar. Til ykkar. Já, með við síðustu, af því að vísa í skoðanakannir, þá 65% nærmanna móti því að fara inn í Evrópusambandið og þannig verið mjög hreinn með þaðan Störi sem mikill ESB-sinni eins og mikið stjórnmálamönnum í Noregi, að hann ætlar ekki að kljúfa þjóðinni eins og orðaði sjálfur. Af því að þetta var mjög erfitt fyrir þessar 2 atkvæðagreiðslur. Ef að þessi staða kæmi upp, þá hefðum við örugglega einhvern aðdraganda að því og gætum þá metið þá stöðu. EES-samningurinn gríðarlega mikilvægur og við munum ekki fá hann aftur ef að hann klúðrast. Evrópusambandið hefur engan áhuga á því. Þeir sem hafa talað við mig kringum áratugina segja, og margir hafa sagt því að vera komin í Evrópusambandið, enginn hefur sagt mig að því við myndum hagnast á því að vera gott fyrir okkur efnahagslega, heldur að hafa sagt þetta ekki sanngjarnt, því að við aðgang öllunni besta, því sleppinu besta og því borgi ekki brúsan. Þannig ef að þessi staða kemur fyrir sjónefnir og við höfum alltaf að velta öllu fyrir okkur, nú þá höfum við vonandi góðan tíma til þess að fara yfir það en með við þær fregnir sem hefur á Noregi núna þá eru þeir ekki á leiðinni þangað þó að sérstaklega forystumenn ríkisstjórn dauðlangar inn. Takk fyrir þetta. Vil ég bregðast við þessu? Já. Kannski bara örstutt að það sá heldur ekki var ekki fyrir sér að Finnland myndi fara í NATO en það breyttist á mjög skömmum tíma þegar heimurinn breyttist. EES-samningurinn uppsegjanlegur með ársfyrirvara. Það svo áhætta sem fylgir því hvernig hann í dag.
Þannig að þess vegna finnst mér það ábyrgðarlaust af okkur að kann ekki kosti og galla þess að fara alla leið því að það er engin trygging fyrir því að EES-samningurinn haldi aldur og ævi. Það er nú svona kannski mín nálgun á þessu. Ég skal aðeins að bæta við sko að þetta með að EES-samningurinn tryggja okkur það besta og síðan að við borgum ekki brúsann. Við erum að borga 8 milljarða í gegnum EES núna í sameiginlega sjóði. Ef að Úkraína kemur inn, sem að gæti nú skeð, að þá borgar Ísland, Noregur og Liechtenstein sinn hluta í því. Við erum að borga, bara svo að því sé haldið til haga. Það er ekkert Síðan er annað, þessi 13% tala sem að er svo fráleit, menn er að mæla þessa löggjöf sem er að koma, þessar 13.000 gerðir og það sem að norska spurningin svaraði, og það er rétt hjá Gulla, þetta er flókið, að þeir skoðu hvað þyrftum við að taka í viðbót ef við værum inn í Evrópusambandinu. Og þá komust þeir að 2/3, 66 eða 75 sem að kæmi í viðbót. Innri markaðurinn er alltaf að stækka. Við erum að fara að fá þessa gervigreindarlöggjöf í gegnum hann bara tíminn er búinn. Sko. Þannig að öll þessi ádeila dragi á stjórnkerfið og það sem á að bæta, menn er að fulla laga það, 40% komið vel af stað, að þetta er líka ádeila á Ísland. Að því að við erum inni á sama innri markaði. Hjálmar, nú verð ég að stoppa þig, en ég minni á að ef þið viljið síðan bæta einhverju við í lokina, þá eru þið með loka erindi, þar sem þið getið svona komið hlutum að sem þið komið ekki að núna í svörunum. En við skulum vinda okkur núna í Spíknes spurningarnar og þið hafið sem sagt sett inn spurningar í gegnum Spíknes kerfið og hvort lið er með fulltrúa í salnum sem ætlar að bera upp Spíknes spurningu. Kristján Ingi Mikaelsson. Kristján Ingi? Já, þannig að þú bara stendur á fætur, færð hljóðnemann og velur einhverja góða spurningu og helst þá spurningu sem hefur fengið mörg atkvæði. Já, það er nú spurning eftir sjálfum mig, ég veit nú ekki alveg hversu gott það er. Á ég að taka bara eftir spurninguna? Já, þú. Eru þið ósammála orðum Þorgerðar Katrínar, utanríkisráðherra, að það sé framsal á fullveldi að fara í viðræður við Evrópusambandið aðild? Takk. Framsal á... Eru þið ósammála orðum Þorgerðar Katrínar, utanríkisráðherra, að það sé framsal á fullveldi að fara í viðræður við Evrópusambandið aðild? Og svo ég vísi þetta, þá er þetta að ræða Þorgerðar Katrínar á Alþingi. Ég hef bara ekki skoðun á hennar orðum. Ég er ekki að tala fyrir hönd stjórnmálamanna. Það eru margir að tjá sig þessa dagana og hver og einn verður bara að hafa sína skoðun. Ég ætla ekki að fara að leggja mat á það hvort að hennar orð. Sko, það sem er mér líka mikilvægt að við vorum að tala Þorgerði Katrínu samt sem áður að samningur það að ganga inn í Evrópusambandið mun taka mörg ár og hann mun gilda í mörg ár. Við sjáum þetta með Brexit líka. Fólk sem er við stjórnvöld í dag verður ekki við stjórnvöld þegar við erum gengin inn og þeir sem munu hafa mest áhrif á yngri kynslóðina það mun vera alltaf öðruvísi landslagi þá þegar þetta allt saman tekur gildi. Þannig að ég held að við eigum ekki að vera endalaust að persónugera pólitíkusa sem eru akkurat við stjórnvöld núna. Heldur við að horfa á heildarumræðuna og við erum ekki að fara að gefa Þorgerði umboð, við erum að gefa bara þjóðinu umboð. Hún er í sér í hlutverki núna, svo er einhver annar sem er í sér næst. Guðlaugur var í sér hlutverki einu sinni. Ég hefði treyst honum alveg mjög vel til þess að fara út og semja fyrir okkar hönd. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að hætta að vera alltaf að persónugera þessa hluti og reyna að horfa svona aðeins til lengri tíma því að það er eitt af því sem að ég hef tekið eftir. Nú er ég náttúrulega búin að búa mikið úti og er svona að koma inn að heimi og blanda mér aðeins inn í umræðuna. Að Íslendingar eru rosalega góðir að bregðast við hlutum. Við erum með þetta að redda. Það eru fáir
Mjög gott að reka fyrirtæki á Íslandi þegar eitthvað kemur upp á að þá menn alltaf til að leggja hönd á plóg og vinna frameftir og redda hlutunum. Þegar maður hins vegar að taka svona 10 og 20 ára langtíma strategískar umræður þá hefur það ofta reynst erfiðara. Þetta akkurat slík umræða en við festumst rosalega í hjólsporum þess sem að gerast akkurat núna. Evrópa hefur gengið vel en það aldrei neitt sem línulegt svona. Þetta á við allt í lífinu, hvort það efnahagsábati eða bara persónulega. Takk fyrir þetta, Jónas. Ég verð að stoppa þig. Ásakið. Viljið eitthvað bregðast? Já, gjarnan. Sko, Jónas, þú sért ekki stjórnmálamaður, það verður að segja satt að banna plata og jú, það algjörlega á tæru að það Þorgerður Katrín sem fær þetta umboð frá þjóðinni ef það verður sagt já. Það Þorgerður Katrín, hún ber ábyrgð á málaflokknum utanríkismál og ríkisstjórnin ekki fjölskipaða stjórnvald, hún þarf ekki að bera embættisverk sín undir aðra ráðherra. Ég hef heyrt þið fara með þessar fleipur áður og það verið gott að þú myndir láta af þessu. Og ég ætla bara að taka heilshugar undir með Þorgerði Katrínu sem sagði í þinginu það hefur aldrei gerst að Evrópusambandið að menn þurfi ekki að gefa eftir fullveldi að einhver leyti þegar menn gangi í sambandið. Bara það eitt að segja að við ætlum að sækja aðild að Evrópusambandinu þýðir að menn eru reiðubúnir til þess að afsala sér að einhver leyti fullveldi. Góð orð, sönn. Þetta náttúrulega við. Sko, þetta svona enn og aftur, sko, þú veist, þetta voðalega gaman alltaf. Já, þannig að því miður þá getur ekki tekið aftur til orðs núna, en þú getur geymt þetta í loka orðin. Þá það Spíknes fulltrúi jáliða, því ég fekk að heyra nafnið áðan, þá gerði ég mistök að skrifa það ekki hjá mér, en ég man að hún Gestsdóttir, getur það ekki verið? Ester Ósk. Með hljónið minn á leiðinni til þín. Já, ég búin að sjá eina góða spurningu hérna. Hvaða áhrif mun það hafa á samkeppnishæfni Íslands til langs tíma að vera með íslensku krónuna í ljósi þess að atvinnuvegir eins og hugverkaiðnaður, lyfjageirinn fer vaxandi sem og sprotafyrirtæki? Ekki betra að vera með evru þegar stækkandi hluti hagkerfisins ekki auðlindadrifinn? Ég svaraði það. Já, ok. Sko, samkeppnishæfni svo sannarlega miklu meira heldur en bara gjaldmiðillinn. En það mjög gott einmitt að bera upp þessa spurningu. Við höfum alltaf að hugsa samkeppnishæfnina fyrir allar atvinnugreinar. Því fylgja kostir og gallir að vera með mynt, stóra erlenda mynt, sem ekki að sveiflast í takt við það sem að gerist hjá okkur. Vandinn augljóslega þessi og við vitum það að sveiflunar sem við höfum tekið, sem með þeim hætti við sem við gert með krónunni, að ef við erum með aðra mynt, hvort sem það evra eða dollar eða hvað það þá verðum við að taka þessar sveiflur á vinnumarkaðnum, annarkvort með því að lækka laun fólks eða með atvinnuleysi. Og ég held þess að væri mjög gott og hef fagnað því ef að það kemur einhver trúverðuleg úttekt frá stjórnvöldum, þá frá aðilum sem menn treysta, þannig að við hefðum góðan grunn til þess að ræða þessa hluti. En samkeppnishæfni líka miklu, miklu meira. Það skattaumgjörðin, það líka hlutir starfsfólkið, hvernig menntakerfi okkar heilbrigðiskerfi og svo framvegis. En ég mjög ánægður með þessa spurningu vegna þess að við eigum alltaf að vera með augun á samkeppnishæfni. Og þar eigum við, þó svo ég vil ekki gangi í Evrópusambandið, að þá eigum við auðvitað að ræða hluti eins og myntmál. Það bara algjörlega sjálfsagt. En það langbest að gera það og flesta þjóðir gera þannig á grunni einhverja skýrslu sem okkar pólitík sáttur þannig að við getum verið sammála hvað við séum ósammála Takk fyrir þetta. Jónas og Hjálmar, viljið þið bregðast við þessu? Já, það ekki bara. Jú. Þetta var góð spurning og fyrir öll fyrirtæki sem á alþjóðamarkaði þá skiptir mjög miklu máli að vextir séu samkeppnishæfir. Krónan hefur ekki verið það í ekki svo langan tíma, kannski svona 100 ár. En
það bara gríðarlega mikilvægt og fyrir sérstaklega lítil og meðalstór fyrirtæki að þá munar þetta ógurlega í vöxtum. Þannig að það eru sum fyrirtæki sem hafa tök á því að taka lán í erlendri mynt, ekki á svakalega góðum kjörum en samt betri en það sem að krónan býður. Þannig að ég held að fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrir sprotafyrirtæki sem að þróa vöru fyrir erlenda markað, að þá evran alltaf miklu betri. Það á ekki eins og þurfa að ræða það. Takk fyrir þetta. Við erum því miður aðeins á eftir áætlun, þannig við þurfum að stöðva spurningar núna og það raun og veru bara komið að síðasta liðnum á dagskrá sem er loka orð ræðumanna og ég býð Jónasi Hagan velkomin í pontu. Sviðið er þitt. Með festinguna. Já, ég sagði ykkur frá Bryndísi, elstu dóttur minni, hérna áðan. Hún fæddist einmitt 1994. Það var merkilegt ár í sögu Íslands. Það var árið sem EES-samningurinn tók gildi. Bryndís hefur því aldrei þekkt annað Ísland en Ísland innan EES. Hún hefur alist upp við frjálsa för, geta búið erlendis, nýlega flutt heim frá Danmörku og tekið sem sjálfsögðum hlut réttindi og tækifæri sem kynslóðnar á undan henni hefðu ekki. Fyrirtæki hafa fengið aðgang að innri markaði Evrópu, fólk, vörur, þjónusta, hugmyndir og fjármagn hafa farið við landamæri með allt öðrum hætti en áður. Og í dag held ég að mjög fáir vilja hverfa aftur til Íslands fyrir EES. En við gleymum stundum að þessi skref voru umdeild þegar voru tekin. Sama áttu við þegar við gengum í Sameinuðu þjóðirnar, NATO, EFTA og EES og síðast Schengen. Öll þessi skref fólust í alþjóðlegu samstarfi. Öll fólust þau í skuldbindingum. Og mörg þeirra voru tekin undir forystu eða með fullri þátttöku sjálfstæðismanna. Kannski það þess vegna sem ég hef velt afstöðu sjálfstæðisflokksins í þessu máli svo mikið fyrir mér. Því ég aðhyllist sjálfur mörg á grunngildi hægri stjórnarmanna. Ég trúi á frelsi einstaklingsins, einkaframtak, frjáls viðskipti, samkeppni, séreignarétt og að ríki geri minna en geri það vel. Og ég trúi á sjálfstæða þjóð sem hefur sjálfstraust til að sækja hagsmuni sína út fyrir eigin landsteina. Fyrir mér er sjálfstæði ekki ótti við að setjast að samningaborðinu. Það er hið gagnstæða. Sjálfstæð þjóð hefur sjálfstraust til að semja. Sjálfstraust til að setja skilyrði, sjálfstraust til að verja hagsmuni sína, sjálfstraust til að segja nei ef niðurstaðan er ekki góð og sjálfstraust til að segja já ef niðurstaðan reynist betri en það sem við höfum í dag. Við höfum heyrt mikið Draghi-skýrsluna og réttilega. Hún dregur fram alvarlega veikleika í samkeppnishæfni Evrópu. En mér finnst stundum eins og fólk lesi fyrir mig helmingin og stoppi þar. Draghi skrifaði ekki 100 tillagna til að segja að Evrópa er vonlaus. Hann var að benda á hvað þyrfti að laga. Og sú vinna er hafin. Draghi Watch fylgist með 383 tillögum skýrslunar. Nú þegar hafa 60 verið innleiddar að fullu og 98 til viðbótar eru komnar að hluta í framkvæmd. Það eru 41% tillagnanna sem hafa þegar færst frá orðum yfir í aðgerðir að einhverju marki. Evrópa er ekki kyrrstæð. Hún er að bregðast við. Hún er að breytast og það á Ísland líka að gera. Því við eigum sjálf verk að vinna. Árið 2012 kom út umfangsmikil skýrsla McKinsey vaxtamöguleika Íslands. Þar var meðal annars bent á framleiðni, samkeppni og þörf fyrir umbætur til að auka langtíma hagvöxt. 14 árum síðar eru margar þessu spurningum enn jafn kunnulegar. Þannig við skulum passa okkur á einu. Að bera ekki alla veikleika Evrópu saman við ímyndað fullkomið Ísland. Ísland er ekki fullkomið heldur og ef við breytum engu, þá breytist ekkert. Spurningi fyrir mér er því ekki, er Evrópusambandið fullkomið? Auðvitað ekki. Spurningin er heldur ekki, er Ísland gott land? Auðvitað er það gott land. Spurningin er,
Getum við gert gott land betra? Getum við skapað meiri stöðuleika, betri skilyrði fyrir ungt fólk, betri möguleika fyrir fyrirtæki til að vaxa, sterkari stöðu Íslands í heimi sem að breytast hratt? Kannski núverandi leið sú besta, það mögulegt. En ef við erum sannfærð að það, eigum við þá ekkert að óttast í samanburði. Við eigum ekkert að óttast viðræðurnar og við eigum alls ekki að óttast upplýsingarnar. Fyrir 2 dögum horfði ég á dóttur mín að gifta sig. Stelpuna sem að fættist árið sem Ísland tók eitt stærsta alþjóðlega skref síðari tíma. EES-samningurinn breytti Íslandi. Ekki þannig að við hættum að vera Íslendingar, heldur þannig að ný tækifæri opnuðust. Og nú gleymdi ég náttúrulega öllum eins og glærum, en það skiptir kannski engu máli. Nú er dóttir mín komin heim og hún og hina 4 dætur mínar eiga eftir að lifa miklu lengur með þeim ákvörðunum sem við tökum núna en ég. Þess vegna hugsa ég ekki hvað er þægilegast fyrir mína kynslóð. Ég hugsa hvað Ísland við skilum til þeirra. Ég vil Ísland sem hefur sjálfstraust, Ísland sem horfir fram á veginn, Ísland sem þorir að bera saman kosti, Ísland sem þorir að semja og Ísland sem tekur stóru ákvörðunina þegar staðreyndir liggja fyrir. Ég sagði áðan, hættum að giska. Það er niðurstaðan mín. Ekki vegna þess að ég viti hvert svarið verður, heldur vegna þess að mig langar að vita það. Ef viðræðurnar skila vondum samningi, segjum nei. Ef það skila góðum samning, metum hann, en fyrst komumst að hinu sanna. Það er ekki veikleiki, það er ekki uppgjöf, það er sjálfstraust. Og þess vegna segi ég já til að sjá. Takk fyrir. Já, næsti pontu er Diljá Mist. Velkomin í pontu. Kæru gestir, þann 29. ágúst verður ekki kosið að sjá. Það verður kosið að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið að Ísland gangi þar inn. Ég vil ekki að Ísland gangi inn í Evrópusambandið og mun því kjósa nei. Nei við því að við verjum tíma, fjármunum og orku í viðræður inngöngu Íslands. Viðræður sem eru vel að merkja alls ekki einhver saklaus könnunarleiðangur, heldur aðlögunarleiðangur, eins og hefur komið fram hér í kvöld. Vonandi verður svar íslensku þjóðarinnar nei og við fáum þá frið til að einbeita okkur á öðrum og brýnni verkefnum. Í framsögu minni hér áðan fór ég yfir 6 atriði sem ég vildi halda til haga. 7, ef við tökum með tillögu mína að fólk kjósi nei til að fá frið frá ESB umræðu. Við höfum varið miklum tíma í leik mögulegan ímyndaðan ávinning Íslands af ESB aðild sem auðvitað kemur ekki fram í neinum aðildarsamningi. Aðeins tíminn í árum talið myndi leiða í ljós það hvort innganga í ESB yrði heillaspor fyrir Ísland. Í umræðinu fer mest fyrir öryggismálum og upptöku evru með lágum vöxtum. Aukið þjóðaröryggi með inngöngu í ESB stenst auðvitað enga skoðun og er fljót afgreitt. Framkvæmdastjóri NATO, sem er hollenskur, hefur sjálfur bent á og Evrópa geti ekki varið sig sjálfa. Efnahagsmálin hér lagar engin annar en við sjálf eins og forsætisráðherra hefur margbent á. Evra með loforði lága vexti er villuljós sem við eigum ekki að borga fyrir dýrum dómum, einu vandamáli skipt út fyrir fjölmörg önnur. Meiri hluti íslensku þjóðarinnar er á móti inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þess vegna erum við á þessum stað já til að sjá. Ekki að ræða kosti og galla ESB, heldur einhver meint tækifæri við það að snúa hér öllu og hvolf í viðræðum inngönguna sem við þó erum á móti. Algjörlega brilljant þvílíkt markaðstrix. Þú ert samt ekki að selja neitt svakalega góða vöru þegar þú þarft sífellt að samfara fólkum að þú getur alveg hætt við, sko. Bara eða tekst til dæmis ekki að breyta grunnreglum ESB. Ég er búin að heyra þessa 2 herramenn lýsa því við margoft að þeir muni mögulega segja nei að lokum. Allt til þess að fá jáið. Þar undir er meðal annars framtíð EES-samningsins eins og ég hef farið yfir. Ísland er í fremstu röð
Ísland meðal ríkustu landa heims. Ísland eitt öruggasta land í heimi. Á Íslandi einhver mesti jöfnur sem fyrir finnst og hér eru jöfnustu tækifærin. Ísland meðal hamingjusamasta þjóða heims og lifir einna lengst. Hér kynjajafnrétti mest í heimi og mesta atvinnuþátttaka kvenna. Á Íslandi atvinnuleysi oftast lágt og hér eru mikil atvinnutækifæri. Hér einhver mesti kaupmáttur á byggðu bóli og við höfum líklega besta lífeyriskerfi í heimi. Á Íslandi hæsta hlutfall endurnýjanlegrar orku og hér hreinna loft en annars staðar. Þeir sem vilja kúvendastefnu og framtíð Íslands þurfa að færa sannfærandi rök fyrir þeim leiðangri. Það hefur ekki verið gert. Heldur allt reynt til að draga fram jáið, meira að segja með því að kalla það kannski. Ég segi nei. Nei því ég veit hvað Evrópusambandið nei við lestarferðinni. Ég búin að lesa skiltið. Nei því ég treysti ekki utanríkisráðherra fyrir þessu opna umboði sem spurningin snýst Og nei því ég vil að við einbeitum okkur þess í stað að verkefnum hér innanlands í stað þess að borga undir embættismenn í einhverjar fancy fíluferðir til Brussel árum saman. Ég segi nei því ég treysti Íslendingum best til að sjá sjálfur sín mál. Áfram auðvitað í náinni samvinnu við vina- og bandalagsþjóðir. Ég vil ekki loka okkur inn í tollabandalagi. Ég vil líka sækja tækifærin sem blasa við svo víða utan Evrópu. Ég vil fá sömu tækifæri og foreldrar mínir til að ráða mínum málum sjálf, án þess að taka við skipunum og rukkunum frá erlendum embættis- og stjórnmálamönnum. Ég þarf ekki að sjá hvort Ísland geti skapað meiri velsæld, ég hef séð það. Það hvað við stöndum vel í mörgu tilliti segir okkur að við getum sjálf gert betur það sem vantar upp á. Ég full sjálfstrausts og bjartsýni, ég segi nei og stend með íslensku þjóðinni. Og þá rauðin komin að Hjálmari Vilhjálmssoni. Gjörðu svo vel, Hjálmar. Heldur betra. Ég sagði ykkur áðan hvar ég varð opinn fyrir því að kanna hvað kjör standa Íslendingum til boða í nánara samstarfi við vinaþjóðir okkar í Evrópu. En nú ætla ég að segja ykkur frá því hvar þessi afstaða byrjaði að mótast. Vorið 1993 sat ég í kennslustofu í sænskum menntaskóla. Svíþjóð hafði sótt aðild að Evrópusambandinu og viðræður voru hafnar. Umræðan var alls staðar og líka í skólastofunni. Þar voru uppi nákvæmlega sömu áhyggjur og vonir og við höfum heyrt í umræðinni hérna heima upp á síðkastið. Fullveldið, atvinnulífið, framtíðina. Svíar gerðu það sem að við stöndum núna frammi fyrir, hvort að við eigum að gera. Þeir kláruðu samningin og þeir kusu hann. Í nóvember 1994 sögðu þeir já, en mjög naumlega. Þjóðin var vissulega klofin og efasemdirnar hurfu ekki á einni nóttu. Og staðan í dag þannig að 85% Svía telja að ESB-aðild þeirra hafi reynst Svíum vel. Punkturinn ekki sá að það sama muni gerast hjá okkur. Það veit enginn. Punkturinn þessi, Svíar fengu að taka sína ákvörðun með upplýsingum og samningi á borðinu. Það allt það sem að ég bið fyrir Íslendinga.
Það hefur verið rætt fullveldið í kvöld, eðlilega. En mér langar að svara þeirri umræðu með sögu sem miklu lengri og eldri en Evrópusambandið. Fyrsta stóra stjórnmálabarátta Jóns Sigurðssonar snerist frjálsa verslun. Sú barátta var gegn vernduðu kerfi og rótgrónum sérhagsmunum. Þá, eins og nú, voru þeir sem nutu góðs af ríkjandi ástandi og mótfallnir öllum breytingum. Það nefnilega þannig að óbreytt ástand sjaldnast hagsmunalaust. Fullveldi sem að Jón og eftirmenn hans unnu okkur ekki safngripur upp í hillu. Það verkfæri Íslendinga, fólksins, því aðeins fullvalda þjóð getur sest að samningaborði og samið sín kjör. Aðeins fullvalda þjóð getur sagt já eða nei við niðurstöðunni. Við heiðrum ekki arf Jóns Sigurðssonar með því að láta sem að óvissan hverfi ef við spyrjum ekki. Við heiðrum hann með því að nýta fullveldið, með því að spyrja, semja, sjá niðurstöðuna og ákveða svo sjálf. Það hefur verið talað að við Evrópusambandsaðild að þá séum við að framselja löggjafavaldið, dómsvaldið og framkvæmdavaldið. Sigmundur Davíð hefur verið mikið með þetta og Diljá og Guðlaugur komu bæði inn á þetta í sínum ræðum. Við erum núna í kerfi sem við nefnum EES, þar sem að löggjafavaldið ansi upptekið í því að innleiða lög og reglur sem að aðrir setja. Þannig að við erum búin að framselja hluta af því. Í dómsvaldinu að þá það þannig að Hæstiréttur Íslands að hann dæmir samkvæmt lagafordæmum EFTA-dómstólsins og Evrópudómstólsins eftir atvikum. Þegar við horfum svo á framkvæmdavaldið, að það eru nokkrar íslenskar ríkisstofnanir sem eru nánast gengnar inn í Evrópusambandið. Þau fara til reglum Evrópusambandsins, sækja fundi á vegum Evrópusambandsins, ekki með atkvæði, og það myndi sára lítið breytast. Og þetta engar smá stofnanir. Við erum að tala fjármálaeftirlit Seðlabankans, Lyfjastofnun, Samgöngustofu, Persónuvernd, Samkeppniseftirlitið, MAST, Umhverfisstofnun, Hagstofan. Meira að segja ráðuneytin sjálf, þau geta ekki veitt ríkisaðstoð, svo sem COVID eða greiðslur vegna kvikmyndagerðar, nema það sé samþykkt í Brussel. Þetta komið svo langt að meira að segja flugvélar Icelandair, þær fá útgefið vottorð í Brussel. Við erum á bólakafi, án atkvæða. Ég hef séð þessa spurningu á ævinni frá 4 hliðum. Ég sá hana sem námsmaður í Svíþjóð þegar Svíar gerðu upp hug sinn. Ég sá þessa spurningu sem skeptískur stjórnandi í sjávarútvegi utan Evrópusambandsins, sem stjórnandi í 2 löndum innan og svo núna sem Íslendingur á austan, sem 3 barna faðir sem býr í Grafarvogi og vill Íslandi allt hið besta. Niðurstaða mín einföld. Það ekki og aldrei áhætta að vita meira. Það áhætta að loka valkostum og neita sér upplýsingar. Takk kærlega fyrir. Það komið að lokaorðum Guðlaugs Þórs. Já, kæru gestir og fundastjóri, þið takið eftir, ég eini sem ekki að fikta í þessum funda, já, hvað kallar þetta hérna? Þannig að ég svolítið ánægð með það, en ég vil nú byrja á því
að þakka skipuleggjendum og síðan félögum okkar fyrir góða umræðu og mér finnst að því að gefa þeim gott klapp, mér finnst þetta málefnir og gott innlegg hjá þeim. En ég nefnilega tek svo undir það sem hér hefur komið fram að við eigum ekki að vera hrædd við upplýsingar. Bara alls ekki og við eigum að taka upplýsta ákvörðun. Og það er áhugavert, nú eru 2 vikur í þessar kosningar og við erum að taka fyrsta svona fundinn og því miður voru þeir sem að bera ábyrgð á þessu ekki tilbúin til þess að taka það. En hér komu 2 góðir menn sem stóðu sem miklu prýði og ekki að segja það vegna þess að ég sé sammála þeim, heldur þá finnst mér að við eigum að ræða mál með þessum hætti og best ef það er með upplýstum hætti eins og mögulegt er. Og ég verð, þó ég geti verið sammála margt, að þá finnst mér, hef ég áhyggjur af því, þegar að við tölum það að það sé lítið mál, það sem við ætlum að gera ef við göngum í Evrópusambandið, því það snýst málið og þessar aðlögunarviðræður eins og menn gangast við hér, þær munu kosta og þið þurfið borga. Það er ekki lítið mál að framselja löggjafarvaldið, framkvæmdarvaldið og dómsvaldið. Það er ekki lítið mál. Núna erum við í EES, það er innri markaðurinn og þá er hugsunin sú að við að geta keppt á jafnræðis grundvelli við lið eða getur sagt fyrirtæki í Þýskalandi, Hollandi, hvar það er og þau geta keppt hjá okkur líka. Þess vegna eru ríkisreglunar, það er bara eitthvað sem við sameinumst Það er hins og rosalega stóri munur þegar kemur að löggjafarvaldinu og aftur, þetta eru bara 13,5% síðast, kannski 16% orðið heila núna, þetta er ekki 75-80%, enda ef þetta verið 75-80%, ákveður menn að reyna að fara inn eða menn eru svo ánægðir ef við erum með allt saman. Það er eitthvað sem maður áttar sig ekki alveg á. En við höfum alltaf síðasta orðið í Alþingi Íslendinga og ég sem utanríkisráðherra neita að taka innstæðutilskipunina inn í EES-samninginn og við það situr. Það er stór mál og ástæðan fyrir því að hér er verið ofta umræða í þjóðfélaginu einstaka tilskipan eins og orkupakka vegna þess að við ákveðum það hvort við gerum það ekki. Auðvitað hefur afleiðingar ef við gerum það en það er stóri munur að Alþingi Íslendinga ræður þessu eða þá við tökum þetta inn beint eða óbeint ef við verum aðilar að Evrópusambandinu. Og það er stóri munur og Karl Baudenbacher sem við höfum mikið að þakka fór vel yfir þetta í sínu erindi. Evrópudómstóllinn er líka þróast með ákveðnum hætti og ekki sambærileg við það sem að við þekkjum þegar kemur að dómstólum hér á Íslandi og ég hef því miður ekki tíma til þess að fara yfir það. Og það að tala sem að sé léttvægt og jafnvel kostur, talandi Jón Sigurðsson, að við afhendum viðskiptafrelsi og höfum ekkert með að gera. Ekkert með að gera. Ég get ekki skilið hvernig nokkuð maður geta haldið fram að þessi kostur. Við erum með viðskiptastefnu sem að samræmist þessu mjög vel bæði Noregi og Sviss sem að því að við erum með frjálsindi í þessu nema við erum að vernda okkar litla landbúnað. Þess vegna eru þeir 10% tollarnir eða í 10% af tollskráni. Það verður ekki tekið til þessa eðlilega við fyrir í Evrópusambandið, enda höfum við bara ekkert með það að segja. Og það er ekki nóg að vera bara á Evrópumarkaðnum. Og ef við trúum að frelsi einstaklingsins, þá segjum við ekki við einstaklinga, þú átt bara að vera að leika þér á Evrópumarkaðnum. Ef að Íslendingar sjá tækifæri annars staðar í heiminum, þá reynum við að opna fyrir þá þannig að þið geti notið sín þar. Og það gerum við með EFTA, það gerum við með fríverslunarsamningu sem ég sé ekki ástæðu til þess að tala niður og skil ekki á hverju að gera það. Og ég bara til þess að loka þessu, ekki tala niður Ísland. Veru stolt. Við getum verið stolt. Og vegna þess að þeir sem undan komu skildu gera okkur sjálfstæð, það var góð ákvörðun. Þið finnið engan sem sagði þetta voru nú mistökin hjá okkur, vera fullvalda sjálfstæð þjóð. Hvað hefur skeið? Einan sem gert það þegar við farið bara úr fátækasta ríki í Evrópu, bara eitt að ríkasta. Hræðilegt. Allir sem hinga koma, sem komið reglulegum hætti, ég fullyri það, þeir sjá hvað hefur breyst mikið á skömmum tíma. Og ég vek athygli á því að þeir voru sjálfstæð þjóð. Þá var til fólk sem sagði, þið getið þetta aldrei. Þið eru allt of fá, þið eru allt of fátæk, þið eru í eyju sem ekki nálægt neinu, þetta er ekki hægt. Við sýndum að við gátum þetta.
Og við höfum vera stolt af Íslendingar, við höfum vera stolt af þeim sem undan komu og við höfum vera stolt af unga fólkinu okkar og gefa þeim tækifæri til þess að hafa áhrif á sína framtíð og þess vegna segjum við nei þann 29. Jæja, nú komið að lokum þessa fundar. Við fórum einungis nokkra mínútur fram yfir sem kannski bara afrek út af fyrir sig. Við hefðum auðveldlega geta verið hérna í alla nótt og það hefði verið mjög gaman. Ég vil þakka öllum ræðumönnum kærlega fyrir góðan og mjög áhugaverðan fund og ég vona að kappræðunar hjálpi ykkur í atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Fyrir hönd Paradigm segi ég takk fyrir komuna. Takk.